Gott kvöld og verið velkomin á þennan borgarafund Morgunblaðsins hér í Ísafjarðarbæ. Ég heiti Andrés Magnússon og ég fulltrúi ritstjóra Morgunblaðsins. Hér með mér Stefán Einar Stefánsson. Við höfum verið að fjalla ásamt fleiri blaðamönnum Morgunblaðsins og mbl.is sveitarstjórnarkosningarnar sem að verða 16. maí hér í bænum og í 60 eitthvað sveitarfélögum öðrum. Stefán hefur reynda verið alveg óþreytandi við að fara í bara smæstu og stærstu sveitarfélög og hefur fjallað það, tekið upp viðtöl sem að þið getið horft á mbl.is vegna þess að ég veit ekki hvort þið trúið því en það eru margir aðrir að glíma við svipuð vandamál í öðrum sveitarfélögum eins og hér. Þetta eru mikið til náttúrulega sömu málin og það er bara mjög fróðlegt að heyra þau viðhorf sem að þar koma fram og við höfum verið að greina frá þessum viðtölum í annarri umfjöllun bæði á mbl.is og í Morgunblaðinu. En Stefán Einar, ég ætla að gefa þér orðið, þú ert grillmeistari hér. Já, og þetta er 5 réttað í kvöld eins og við fögnum því mjög að sjá þessa glæsilegu frambjóðendur. Það er eitt af því sem að skilur sveitarfélögin að það er misjafnlega mörg framboð sem að bjóða fram og við auðvitað fögnum því eins og aðrir að úrvalið sé sem mest. Það verður reyndar ekki gengið til kosninga í ríflega 60 sveitarfélögum því að þau eru allnokkur þar sem sjálfkjörið er og maður heyrir það á þeim stöðum að fólk kvartar sáran undan því að geta ekki valið. Þannig að hér er sannarlega auðan að garða gresja og við hlökkum til að eiga þetta samtal við ykkur hér í kvöld. Við munum senda þennan þátt síðan út á mbl.is klukkan 2 á morgun fyrir það er fólk sem að þið talið við í kvöldu á morgun sem að ekki átti hér eða hingað heimangengt og á föstudaginn munum við sömuleiðis gera grein fyrir helstu áherslupunktum af fundinum í Morgunblaðinu. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að segja ekki orð af þessum fundi. Þetta verður algjört leyndarmál okkar á milli. Já, og sennilega verða nú einhver tíðindi hér. Ég hef heyrt í bæjarbúum hér í dag og í kvöld sem að segja að framboðin hafi ekki kannski fram að þessu sýnt mjög mikið á spilin, annað en listana sjálfa, en vonandi mun samtali hér í kvöld leiða fram mismunin milli frambúðana og gera ykkur, ágætu gesti, betur kleift að gera upp hug ykkar í þessum efnum. Ég veit að mikill meirihluti þeirra sem hér í salnum eru algjörlega óbundnir af því hvernig þeir ætla að kjósa. En við ætlum að kynna hér til leiks sem er kannski óþarft fyrir ykkur sem eru í salnum en ekki síður fyrir þá sem að að horfa á þetta landið þvert og endilangt, hópinn sem að hér stendur fyrir framan okkur. Og frá okkur séð, eða næstu okkur stendur hér Jónas Þór Birgisson sem er oddviti D-lista Sjálfstæðisflokks, þá Kristján Þór Kristjánsson frá B-lista Framsóknarflokks og Óháðra, þá er það Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir frá S-lista Samfylkingar, Sævar Óli Hjörvarsson frá M-lista Miðflokksins og Gylfi Ólafsson frá C-lista Viðreisnar. Og Andrés, þú kannski segir örfáum orðum frá því hvernig landslægið hefur breyst hér frá síðustu kosningum. Við erum að horfa upp á dálítið annars konar framboð hér heldur en var á síðustu 2 kjörtímabilum. Jú, ég veit svo sem ekki hvað ég, Reykvíkingurinn, hefur að segja ykkur hvernig það hefur snúist og breyst. En ég treysti því reyndar að það kunni vera lykillinn að því að þessi framboðsfundur verði ekki minna fjörur en framboðsfundir á Vestfjörðum yfir höfuð, í sögunni. Er ekki klárt að þið munuð halda uppi stöðunni hér? Já. En það náttúrulega hefur eitt og annað drifið á dagana í pólitíkinni hérna, í Ísafjarðarlistinn, að hann leystist í raun og veru upp án þess þó að meirihlutin rofnaði og minnihlutaflokkarnir hlupundir bakka einhvern veginn og hér eru við þá með þessa 5 flokka en við þekkjum líka að það er eitt og annað gerst bara í framboðsmálunum innan hvers lista. Við förum kannski betri þá eftir, já ég er að horfa á þig, en það koma fleiri til greina í því, það er bara, veður hafa skjótskipað sér lofti, þannig að það er frá ýmsu að segja þar. En ég held að við byrjum hins vegar á því að biðja ykkur eitt af öðru að gera grein fyrir ykkur og ykkar grunnstefnumálum sem að þið eruð að bera hér fram og það sem meir þið fáið ekki mikinn tíma til þess. Það eru 3 mínútur í mesta lagi, helst minna. Þú vildi byrja, Jónas? Ég byrja. Er kveikt á, já, ljómandi.
Jæja, ég vil allavega byrja á að þakka starfsfólki Morgunblaðsins, við tala hratt til að byrja með, fyrir að standa fyrir þessu viðburði. Ég heiti Jónas Þór og oddviti sjálfstæðismanna í kosningunum í vor. Kjörtímabilið sem eru að enda eru margt nokkuð sérstakt, þar sem stóran hluta því hefur ekki verið neitt eiginlegan meirihluta að ræða, heldur hefur verið svona nokkuð konar þjóðstjórn, þar sem ákveður rof á trausti varð innan upphaflegs meirihluta, eins og þið þekkið náttúrulega. Langflest mál hafa verið unnin í nokkuð breiðri sátt sýnismanni eftir því sem lesa má í fundargerðum og því má auðvitað segja að þessar kosningar snúist að stóru hluta traust. Traust á því fólki sem þið kjósendur góðir veljið til forystu fyrir bæinn ykkar. Við sem skipum lista Sjálfstæðisflokksins munum ekki bregðast því trausti og við munum allt kjörtímabilið eiga náið samtali við ykkur kæru kjósendur, ekki bara núna fyrir kosningar og svo aftur eftir 4 ár. Það vill nefnilega gjarnan gleymast eftir kosningar að bæjarfulltrúar eru kjörnir til þess að þjóna bæjarbúum og það verður ekki gert án þess að vera í mjög góðu tengslum við íbúana til þess að hlusta eftir skoðunum þeirra og þörfum. Þetta líka hugsanaháttur sem við viljum innleiða með miklu ríkari hætti í alla starfsemi á vegum bæjarins. Vel hefur gengið rekstur bæjarins, það skal fúslega viðurkennast, en það auðvitað algjört lykilatriði. Þar hefur auðvitað skipt sköpum að tekjur hafnarinnar hafa aukist mjög mikið sem ekki síst má rekja til þess að síðast þegar við sjálfstæðismenn vorum í meirihluta þá komum við í gegn lengingu hafnarkantsins og dýpkun samhliða því. Þessar framkvæmdir hafa skilað gríðarlegum tekjuauka fyrir höfnina, samhliða mjög góðum gangi í komum skemmtiferðaskipa og margþættum störfum sem tengjast þeim, beint og beint. Þar fyrir utan hefur svo gengið mjög vel í atvinnulífi í bænum, ekki síst í störfum tengdum lagseldinu. Þetta hefur aukið tekjur bæjarfélagsins mjög mikið og hefur það verið nýtt til að greiða niður skuldir sem vel. Það þýðir samt ekki að slaka megi á aðhaldskröfu varðar rekstur bæjarins nema síður sé. Það er svo auðvelt að missa einbeitingu þegar vel gengur. En nú teljum við sjálfstæðismenn hins vegar að koma sér ákveðnum kaflaskilum og við viljum að það svigrúm sem reksturinn skapar okkur verði nýtt til uppbyggingar. Ekki má þó auka skuldir á nýjan leik, heldur skal halda þeim óbreyttum. Það má ekki gleymast að við erum nefnilega í samkeppni íbúa. Það er frábært að búa í Ísafjarðarbæ, ekki síst vegna nálægðar við stórbrotna náttúru og fólkið sem hér býr. Er það hafið eða fjöllin eða er það kannski fólkið, eins og skáldið góða orti? Það er hins vegar líka reyndin á fleiri stöðum á landinu. Staðreyndin er svo að við þurfum að bretta upp ermar, varðar ýmsa uppbyggingu til þess að vera samkeppnishæf við mjög mörg sveitarfélög á landinu. Þess vegna ætlum við að efla skólana okkar í samstarfi við starfsfólk og aðra íbúa, enda menntun barnanna eitthvað sem skiptir foreldra mjög miklu máli. Við ætlum að klára löngu tímabært framtíðarskipulag á Torfnesi í breiðri sátt og hefjast handa við uppbyggingu mannvirkja þar. Og nú liðu 3 mínútur. Akkurat. Og við ætlum að einfalda ferla varðandi umsóknir lóða fyrir íbúðar og atvinnuhúsnæði og almenna uppbyggingu fyrirtækja. Svo nokkur dæmi séu tekin og því segjum við bara XD fyrir fólkið, fyrir firðina, fyrir framtíðina. Takk fyrir mig. Kristján, þið framsóknarmenn. Þannig að allavega 3 mínútur eru rúmlega 3 mínútur. Og óháður. Já, ok. Tíminn er farin að telja. Byrjaður. Við erum á pínlítið tímamótum. Ég núna að bjóða mig fram á mitt 3. kjörtímabil og við erum búin að vera í miklum uppgangi og það orðið mikil tiltrú á svæði og við erum farin að sjá verkefni og áhuga stóra aðila á verkefni hjá okkur mikið. Það þýðir það að við þurfum að vera klár í slaginn fyrir það mál. Við leggjum áherslu á stórum málun okkar séu lóðamál, við þurfum að vera með tilbúna lóðir og þá í öllum byggðakjörnum því að við teljum að fólk vilji búa sem víðast í sveitarfélaginu okkar. Við þurfum að klára loksins þetta miðbæjarskipulag og við þurfum að koma á og við þurfum að byggja allavega eina blokk á hverju einasta ári á þessu kjörtímabili og halda svo áfram eftir það. Við þurfum að klára tungukverfi fyrir öðruvísi og meira breiðari byggð fyrir einbýlishús og annað slíkt og fara svo áframhaldandi í áföngum að halda áfram með tungukverfið. Staðan er núna mjög jákvæð að grunnskólan okkar eru orðin bara stappfullur og vantar okkur orðið 6 skólastofur í það og við þurfum að fara í það verkefni sem fyrst að stækka grunnskólana. Leikskólamál er annað mál sem við þurfum að vera með að klára. Við þurfum að geta tekið á móti því fólki sem vill flytja heim því að það er fullt af ungu fólki og þar þurfum við að skara fram úr og við þurfum að stækka leikskólana eða þá byggja annan. Svo viljum við bara halda áfram þeirri uppbyggingu íþróttamannvirkja sem við höfum verið að gera og við viljum auka stuðning. Við erum með ákveðið plan bæði fyrir skíðasvæðið og Torfnessvæðið.
Við viljum halda áfram stuðningi við menningu og listir og þá spilar þetta húsnæði hérna sköpum í því. Við viljum gera þríliða samningu við ríki og ég held að sé mikil áhersla að leggja áherslu á þetta. Tónlistaskólan okkar, leiklistahópana, listahátíðana og svo framvegis. Framsókn kom á frístundastyrki á síðasta kjörtímabili og við viljum halda því áfram og efla það. Við viljum bæta almenningssamgöngur, sérstaklega fyrir þorpin okkar, Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, en við höfum líka tækifæri innan Skutulsfjarðar að bæta samgöngur þar, almenningssamgöngur. Í umhverfismáli viljum halda áfram okkar áætlunum með gangstéttir, við viljum klára og óklára gangstéttir og halda svo áfram með viðgerðum á þeim. Fleiri umhverfismálum bara okkar nánasta umhverfi, sláttur og annað slíkt. Á síðasta kjörtímabili tölum við mikið fyrir heimastjórnum og við erum ekki afhuga með þeim en við þurfum að ná betri tengingu við þorpin því að þar ákveðin óánægja með þjónustu og samskipti og við viljum íhuga það hvort það sé hægt að koma á starfsmann í þorpin sem getur stutt við það að koma þessu á. Velferðarmál verður mikilvæg í sveitarstefnumálum okkar, málefni eldri borgara, forvarnamál og þáttaka innflytjenda í samfélaginu. Við viljum setja stopp ungmennaráð og það verður greitt fyrir það eins og við gerðum fyrir eldri borgara. Svo viljum við bæta ferla innandyr hjá sveitarfélaginu þannig að við getum aukið þjónustu okkar og hraða svörun og afgreiðslu og svo viljum við leggja rík áherslu á starfsfólk Ísafjarðarbæjar. Við viljum hjálpa þeim með tækjum og tólum að verða betri starfsmenn, að þeim líði betur í vinnu og verði ánægðari því að með ánægðu og góðu starfsfólki náum við betri þjónustu við íbúðana. Síðast en ekki síst tölum við fyrir því eins og við tölum allt síðasta kjörtímabil fyrir samvinnu og samhug í sveitarfélaginu. Eru konar 3 mínútur? Og ekki bara innan bæjarstjórnar heldur þurfum við að vera með samhug og samvinnu milli heimila og skóla, íþróttaskóla, skóla og menningu, heimila og umhverfis og öllu því við með samvinnu náðu lengra. Takk. Danfríður. Já. Örugglega kveikt á mér líka, já. Ég held ég þyrfti að afsaka blöðin með því að vera byrjandi en ég þarf þess ekki. Áherslunar hjá okkur við erum að horfa það, við erum í uppbyggingafasa og við fagnum því. Við þurfum að geta tekið vel á móti og þjónustað fólk og fyrirtæki hérna á svæðinu. Og þar inni spilar líka auki menningarlíf. Við viljum byggja og þar viljum við setja í forgang að efla leigumarkað og þá með samtali við óhagnaðardrifin leigufélög. Það vantar öruggan leigumarkaði hérna. Og við lítum á það sem tækifæri til þess að halda í neman okkar, þá sérstaklega iðnnemana. Það er mjög erfitt að fá iðnaðarmenn á svæðinu. Fólk hérna sem vil flytja til svæðisins en ekki tilbúið að kaupa til þess að fá nýtt starfsfólk inn í skólan okkar. Og þetta er svona tengipunkturinn sem við sjáum í öllu. En sömuleiðis þarf framtíðarsýn í byggingu leikskóla, skóla og vegna íþrótta og tómstunda. Þannig að við verðum að byrja að hugsa núna eins og við séum stækkandi samfélag. Við erum ekki lengur í þessum bútasaum sem hefur verið. Við viljum efla velferðarkerfið, sérstaklega þá með tilliti til forvarnaaðgerða í kringum yngri börn. Þá erum við að horfa á verkefni eins og opin leikskóla, foreldraráðgjafa og fleira og sömuleiðis samþættingu þjónustu við fatlað fólk og heldra fólk. Og það er bara nauðsynlegt að standa enn betur að því. Við viljum að samfélagið okkar sé fjölskylduvænt. Við viljum endurskoða gjaldskrá leikskóla og auka öryggi barnanna okkar í skipulagi í bæjarfélaginu. Við viljum að tækifæri til íþrótta og tómstundastarf sé jafnt á milli byggðakjarna. Við viljum halda áfram að efla þessa flottu frístundastyrki sem hafa komið inn og akstur á milli byggðalaga. Við viljum betri stjórnsýslu, við viljum endurskoða verkferla, skýra þá, auka samhæfingu og hraða afgreiðslu og bæta skipulag íbúðalýðræðis. Það er ekki alveg að ganga eins og þetta er núna. Við viljum að bærinn viðhaldi eignunum sínum af því við erum að tapa fjármunum í því að gera það ekki og ábyrga stjórnun fjármagns og áfram þá að reyna að greiða niður skuldir en sömuleiðis viljum að íbúarnir finni það að við eigum þá eitthvað afgang. Varðandi atvinnumál, þá eru hafnirnar lykilhlutverk, þá spila þær lykilhlutverk hérna, varðandi sjávarútveg, fiskeldi og ferðaþjónustu og sömuleiðis viljum við auka vægi listamannasamfélagsins hérna. Og við höfum verið með styðjandi umhverfi fyrir þetta og samvinna listamanna í bæjarfélaginu hefur styrkt menningarlífið. Við viljum vera öflugur málsvari sveitafélagsins varðandi úrbætur í raforkumálum. Það er náttúrulega forseta búsetu og atvinnulífs hérna og passa upp á það, eða íta á eftir hérna því að tvítengja svæðið. Sömuleiðis viljum við vera málsvari þess að vera með örugga flugsamgöngur. Það er bara
stórt atriði þegar kemur að aðgengja þjónustu og öryggi. Takk. Sævar, þið eru að koma nýjir hér að. Halló, Viljið þið ekki breyta öllu? halló, heyrst ykkur mér? Herðu, ég Njúman hérna. Ég alveg nýr og þekki engan, þannig séð, en ég Ísfirðingur, Hnífsdalíkur. Og ég vil bæta hérna bara þjónustuna við fólki og styðja við byggja upp göngustíga, laga skólana, leikskólana. Mér finnst bara of lítið af leikskólaplássum og ætla að vera að loka einhverju deild, mér skil það ekki. Eða þú veist, leikskóla. Þannig að ég vil bara byggja bæinn upp með öllum hérna innanborðs, bæði ríkum og fátækum og hverju sem er. Og hérna, ég vil bara fá fólki til að kjósa mig svo ég geti lagað til á skrifstofunum. Maður kemur þar alltaf á lokuðum dyrum. Ég vil hafa það að þeir þjónust okkur þarna á Ísafjarðarbæ og taka okkur bara opnum örmum og hjálpa okkur og aðstoða okkur við það sem við þurfum að gera. Ég vil náttúrulega byggja bæinn upp, atvinnulega séu höfnin og allt það, sko, það er ekki það. Þú ert náttúrulega réttur í það, smiður. Ég er smiður, sko, ég er búin að gera þetta flestar hafnirnar, sko, það er ekki það. Ég get sagt ykkur það. Þannig að ég er alveg í því, sko. Þannig að ég vil bara styrkja bæinn og það er allt gott hérna fólki kringum mig og ég sammálaði bara í flestum hlutum, ég verði að segja það. En við rífumst ekki mikið í kvöld, ég get sagt ykkur það. Við munum reyna okkar. Þannig að þú getur bara til næsta að koma að tala. Við getum allavega sagt, Andrés, að ef að Sævar nær að halda bænum innan fjárheimilda eins og hann heldur sinna tímaramma, þá verður reksturinn stórbættur. Þú vilt ekki taka upp slagorð sjálfstæðismanna stétt með stétt, þú vildir fá alla saman og þú vildir leggja göngustíga. Sko ég vil bara starfa með Ísfirðingum, það er bara þannig. Við erum fólkið, hver sem við erum og við viljum labba hérna og fara hérna upp í Naustakvílt og hinga og þanga og það þarf að sækja féð til Reykjavíkur og fá eitthvað sem peningur sem skipin er að borga og til að byggja upp bæinn. Það er bara þannig. Nú stefnir í framúrkeyrslu. Nú, hvort djöfull er hættur að spara. Shit. Næsti bara. Gylfi. Já, sko, þetta það er ákveðin bölvun og blessun í því að það sem að þau hafa sagt er margt mjög gott og satt. Ég held að svona stóra málið bæði í rekstri sveitarfélagsins og kannski fyrir næsta kjörtímabil eru skólamálin. Við þurftum því miður að loka einum leikskóla, það þarf að stækka leikskólan 2 hérna á Ísafirði, grunnskólan sprunginn, við erum með 2 tónlistarskóla, verkmenntaskóla, eða menntaskóla sem er að springa líka og lýðskóla og háskóla og þetta er mikið skólasamfélag og það þarf að hlúa þessu og við þurfum að leggja okkar lóðavogaskálarnar og við erum að skrifa núna nýja menntastefnu og það þarf að leggja mjög mikla áherslu á þetta, ekki bara steypuna, heldur líka starfsfólkið og börnin. Lóðirnar séu almennilegar hjá skólanum og svo framvegis. Það hefur náttúrulega verið mjög jákvæður bragur á samstarfinu síðustu 4 ár í bæjarstjórninni og ég hef verið formaður bæjarráðs og oddviti Ylistans og það er ekki alveg gefið. Maður þarf að gefa afslátt af málefnum sínum, maður þarf að hlusta á það sem aðrir hafa að segja við borðið. Það vísur vill til að Kristján og Bikki og allir hinnir í bæjarstjórn hafa haft mjög gáfulega hluti að segja og þess vegna hefur verið auðvelt að hlusta á það. En þetta er mjög mikilvægt og við viljum halda áfram að hafa svona, góðan vinnubrag í bæjarstjórninu og það heyrist bara þegar ég tala við íbúa og kjósendur að þeim finnst betra að það sé friður heldur en ófriður í bæjarstjórn og á það leggjum við áherslu. Þannig að við göngum til kosninga til þess að ræða skólamál en ég held að á endanum muni kjósendur ákveða persónur. Og við teflum fram öflugum lista upp úr og niður úr sem er bæði reynslumikill og nýr á lista.
hefur fjölþætta reynslu, fjölþætta menntun, fjölþætta bakgrunn til þess að takast á við verkefni næstu 4 ára og þess vegna er ég spenntur fyrir kosningunum en þess að ég held að kjósendur muni finna að þetta er öflugur listi hjá okkur. Þú leggur áherslu á skólamálin, en ég meina það er búið að vera að ræða ýmsa grunnþjónustu heilt yfir og manni heyrist flestir vera á því að það eigi að gefa í allstaðar. En þið ætlaði að leggja sérstaka áherslu þá á skólamálin og láta eitthvað annað bíða eða hvað? Já, ég meina að þú getur spurt sömu spurningar til þeirra, hvað ætla þau að láta bíða ef þau ætla að ná öllu þessu fram, sko, sem er náttúrulega ekki hægt og það er þess vegna sem við erum kannski að draga fram þessi skóla- og velferðarmál. Það hefur verið, allavega, af því að ég er bæði formaður bæjarráðs, ég hef líka verið formaður stjórnar fjórðungssambandsins og hef þurft að láta til mín taka í ýmsum málum sem tengjast hagsmunum samfélagsins hér, sérstaklega í atvinnumálum og svona hörðumálum, að þá hefa kannski skoðanir mínar á þeim málum verið ljósari. Ég kom í viðtal til þín til þess að ræða um laxeldi og raforkuframleiðslu og svoleiðis, þannig að kannski veit fólk betur hvar ég stend þar, en hjarta mitt slær í skólanum og ég lærði nú fyrst að vera grunnskólakennari þegar ég skreið út menntaskóla á Ísafirði, þannig að og það er þess vegna sem ég er að taka það sérstaklega fram. En að sjálfsögðu þarf að forgangsraða og það sem við gerðum á þessu kjörtímabili var að við settum upp fjármálareglur sem að við höfum fylgt, sem að gefur okkur ramman um það hvenær þarf að spara, hversu mikið ætlum við að borga skuldir og hvenær getum við lækkað skatt. Og við til dæmis höfum lækkað skatta á þessu kjörtímabili af fasteignum, af fasteignum með því að lækka fasteignaskattshlutfallið. Þannig að með þessu er hægt að ná þessu jafnvægi, sko. Búin að sprengja í sameiningu, Andrés og Gylfi, tímaramman sem að ég vildi halda mig við allavega lengst af. Ég vil kannski að gefa boltan upp og taka menntamálin fyrst að þau eru nefnd svo ítrekkað hér. Þið nefnið grunnskólamálin og það hefur nú lengi verið bitbein manna hvort að það eigi að fylgjast með og skoða alþjóðlega mælingar. En þær eru kannski besti mælikvarðinn sem við höfum þó á það hvernig við berum saman stofnanirnar í samfélaginu. Grunnskólinn hér er að mælast neðstur í PISA-könnunum yfir landið. Það er ekki til marks að menn hafi náð góðum tökum á þessum þætti starfseminnar innan sveitarfélagsins á síðustu 4 árum. Það er spurning hvort að sitjandi bæjarfulltrúar svari þessu fyrst. Þetta setur ekki alveg rétt hjá þér, en þú ert að vísa í lesskilningskannanirnar sem komið fyrir 2 mánuðum síðan eða mánuði síðan. Já, það var nú ekki þannig að við værum neðst á landinu, en það má gera betur þarna og það er þess vegna sem að meðal annars við erum að setja skólamálina á oddinn. Það þarf að passa að kennarar hafi ráðrúm til þess að sinna sínum störfum. Þetta er dálítið erfitt fyrir bæjarfulltrúa. Ég segi þetta dálítið eins og þetta sé að bakka vörubíl með 2 eftanívagna ef að bæjarfulltrúa er alltaf að bæta lesturinn í grunnskólanum, en þess að bæjarfulltrúi þarf að segja bæjarstjóra, að segja skólastjóra, að segja kennara, að segja börnunum, að segja foreldrum sínum að hlýða sér betur yfir. Þið berið ábyrgð á Við gerum það, akkurat. Það er nefnilega þessum. Þannig að þetta snýst ekki um það að bakka trailer. Akkurat, og það er þess vegna sem við erum að setja þetta oddinn og það er þess vegna sem að ég hef staðið fyrir því að það verið menntaþing fyrir alla Vestfirði 8. júní til þess að ræða einmitt ekki bara þetta, heldur líka alvarlega stöðu í mönnun á leikskólum á svæðinu, ekki bara í Ísafjarðarbæ heldur annars staðar á Vestfjörðum. Og við þessu þarf að bregðast. Til dæmis er verið að byrja núna að finna leiðir til þess að fjölga leikskólakennurum sem að geta lært og kennt á sama tíma. Þannig að leikskólarnir gefi meira svigrúm fyrir þá leiðbeiðendur sem eru að reyna að sækja sér meiri menntun. Það eru mörg atriði sem að þarna þarf að gera og það var þess vegna sem var mjög gaman að fara í alla grunnskólana á svæðinu í tengslu við gerð menntastefnu og við heyrðum mjög mismunandi raddir. Sumir voru að hugsa um húsnæði, á Ísafirði var verið að hugsa um að banna síma í skólum og svo framvegis, en þetta er bara svona flókið samtal. Kristján, hvernig horfir þetta við þér í ljósi þessar alvarlegu mælinga? Mér fannst ég bara að vera komin í spursmálsþátt aftur á Gylfa. Þetta kemur hluta sem að ég er
var að ræða, ég og Vísu setti smá statusinn á Facebook daginn þar sem ég finnst nú oft ráðist svolítið eða harkalega að kennurum og öðru slíku. Við erum að lifa í, og ég veit það allt landi að þú bendir á áður, ég ætla að svara bara fyrir þér áður, að þetta orðnar allt öðruvísi aðstæður hjá kennurum í dag. Það miklu meira áreiti heldur en var og við erum með töluvert meira innflytjendum heldur en áður var. Og þetta það sem ég var að tala áðan, við þurfum að gefa starfsfólki Ísafjarðarbæjar tæki og tól og stuðning til þess að hjálpa við, og þetta eitt af stórum málunum. Það eru skólamálun og grunnskólamálun og þar viljum við ná árangri. Og það gerum við með því að styðja kennarana og styðja skólastjórnendur, og þetta þau tæki sem þurfum að koma og ræða við þau og það náttúrulega ekki gott að vera að mælast neðal í þessu, en það bara ákveðin verkefni sem þurfum að takast á við. Hvernig það að styðja, hvaða tæki og tól hafa bæjaryfirvöld til þess að styrkja og styðja við þessa fagaðila? Já, sko, þetta kemur bara á sama stað líka niður þar sem ég hef rætti fólk, sko, það ekki nóg að benda bara á skólana. Ég held að við þurfum að benda líka og horfa svolítið inn á við okkur foreldra, að við erum ofsalega upptekin og læra ekki að lesa eða synda eða læra starffræði ein og sér bara í kennslustofu hjá kennurum. Við þurfum að taka ábyrgð á þessu heima við líka, við þurfum að sinna þessum lestri og öllu þessum stætti heima við, en svo þurfum við bara að hjálpa þessum kennurum og hlusta á það hvað þau þurfum við að fækka nemendum, þurfum við að auka íslensku kennslu sérstaklega fyrir erlendu innflytjendur, og þetta eitthvað sem þau þurfum að hlusta á skólastjórnendur og kennara og taka marka á og styðja við. Þegar þú tala að fækka nemendum, þá áttu vantilega að tala að fækka nemendum í hverjum bekk. Algjörlega. En það væri svo sem ódýrara fyrir okkur að fækka bara yfir höfuð, þá þyrftum við ekki að byggja nýja skóla, en ég ekki að leggja það til. Þú segir ekki svo Guðni Ágústsson sagði þegar var verið að ræða öldrunarmál á Suðurlandi, öldruðum verður að fækka. Þetta bara samanstæð. Ég var einu sinni sölumaður af góðstörykkjum og kaffi og öðru slíku og var að reyna að selja gott kaffi á stað hérna í Ísafirði, og þá spurði maðurinn, þetta nokkuð of gott kaffi? Þetta nefnilega frítt hjá okkur. Við höfum verið að bæta í og það búið að ráða núna í stöðu kennsluráðgjafa sem er hérna nýlunda og það þarf að bæta í þetta og veita kennurum ráðrum til þess að sinna sínu starfi betur. Jónas. Ég held að aðalmáli sé að við bæjarfulltrúar nálgumst þetta verkefni með ákveðinu auðmýkt, sko. Ég að vísu kennar til 25 ára, þannig ég hef smá reynsla því, en ekki á grunnskólastigi samt, heldur framhaldsskólastigi. En ég held að stóra máli sé að við köfum onni í þetta verkefni og könnum hvar við getum bætt okkur og hvernig við förum að því. Það ekki okkar að messa yfir kennurum og segja hvað ég að gera. Ég treysti mér ekki til þess og ég hef ekki trú á mínum meðframbjóðendum að gera það frekar. En ég held að við þurfum að fara ofan í málið og kryfja málið til mergjar hvað það sem við getum gert betur, hvernig og læra af öðrum. Skoða hvað hefur verið að gert betur annar staðar sem betur hefur gengið og hverju þurfum að breyta hjá okkur. Og eitt af því sem við viljum meðal annars gera það að auka aðgengi að ýmiss konar stóðþjónustu fyrir skólana. Þannig að skólarnir hafi betra aðgengi að stóðþjónustu sérfræðingum til þess að fá leiðbeiningar og aðstoð þar sem eru erfið tilfelli. Og jafnframt að auka möguleika starfsfólk bæði fagmentas og bæði til að sækja sér kennaramenntun og annars konar menntun sem gagnast þessu innflytjendum og leggja mikla áherslu á það. En ég held að aðalmál sem nálgast þetta með ákveðinu auðmýkt, reyna að finna út hvar skóinn kreppir og hvað þarf að laga og hvaða aðferðir hafa reynst best. Ekki að við séum að fara að ákveða að við vitum allt best, eins og gjarnan eða oft vill verða hjá fólki í okkar stöðu. En þetta mjög brýnt í þetta ég hugsa að þetta sé eitt af því mikilvægast að fólk velur búsetu. Ég hugsa að mjög fáir fari meðvitað að flytja á okkur stað þar sem þeir telja börnin að fá ekki góða menntun. Ég hef ekki trú á því. Svanfríður, hvernig vilt þú koma grunnskólanum hér í fremstu röð? Ég verð að taka undir með Jónasi varandi það að sýna auðmýkt í þessu. Nú ég bara sem foreldri hef bara mætt frábæri þjónustu innan skólana og finnst mjög vel haldið utan börnin, en við verðum náttúrulega að finna út hvað vandamálið og til þess að gera það verður bara að vera opið samtal við þá sem að vinna við þetta, þá sem þekkja þetta, þá sem hafa lært þetta og það bara samtal sem við hlakka til að eiga. En þarf ekki að hlaupa svolítið hratt í þessu vegna þess að nú það ekki eins og það hefur eitthvað komið í ljós bara í síðustu mælingu og við höfum verið að horfa upp á það í raun og veru á landsvísu að þetta búið að vera að eiga sér stað í aldarfjórðung mögulega meira. Við höfum ekki mikinn tíma upp á að hlaupa þess að fórna enn kynslóðinni eða hvað?
Nei, þetta verður að gerast hratt, en þá verður náttúrulega bara að setja þetta í forgang. Þetta bara skiptir máli, þetta skiptir börnunum okkar máli. Við verðum að sjá hvað vandamálið til þess að geta lagað það. Við getum ekkert gengið inn í þetta með bundi fyrir augun. Við þurfum að hlaupa staðandrið, en ekki bara í einhver átt. Við erum að vita í hvað áttu við ætlum að hlaupa. Sko, En við þurfum að hlaupa staðan, ég er sammála því. Það var... Það er enga auðmýkt. Hjálpa kennurum til að ná upp aga í skólum, þannig að krakkarnir læri og foreldrar þetta taki þá. Og tökum þessa útlensku krakka og kennum þeim íslensku og setjum það svo aftur inn í bekkin. Höldum bara sér bekk fyrir útlendinga og kennum þeim bara íslensku. Þetta er ekki flókið. Þannig að þeir tali íslensku inn í bekknum, bara svo allir hinni krakkandi, þá kemur þetta allt. Þetta er ekki flókið. Bara hjálpa kennurum. Þú ert að tala þá fyrir því sem að kalla þeir móttökudeildir. Já, auðvitað, þú veist, ef við förum til Arabíu eða eitthvað, þú veist, við bara löpum ekki í skólan og krakka þetta inni og kom bara íslensku kennar og þar, sko. Það var að kenna þeim bara máli og koma þeim inn í skólana. Nú, þetta er svona Þetta er einfalt, skilur þau? Ég held að það sé aðeins flóknara. Já, sko, þú kannt að vilja segja að þetta sé einfalt, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, sko. Eitthvað verður við að gera, eða ekki? Jú, Ég var bara akkurat. að tapa aftur og segja, já, afsakið, þetta tókst ekki, við reynum bara betur næst. Það þarf einhvern aga á krakkara. Það er bara svoleiðis. Já, ég er nú ekki endilega vissum að það sé betra að setja það alla saman í bekk og vona svo það best og segja að halda það hjálpið En þú vilt að læra íslensku. setja nýju útlendinga inn í bekkin og allir tala sitt máli og kennarinn og bara kenna þeim öllum. Hvernig á þetta reddast? Bara þetta reddast eins og Íslendingar segja? Nei, ég held ekki. Það verður bara að taka á þessu. Ekki bara segja ég ætla að vera mjúkur og þetta lagast. Taka á þessu. Takk. Miðflokkurinn boðar enga auðmýkt í þessu sveitarfélagi. Það er eins gott að þið komið ekki á sunnudagaskólanum. En það eru fleiri mál sem að lúta kannski ekki beint að grunnþjónustu en sjálfa gerð bæjarins sem eru skipulagsmálin. Það er náttúrulega verið lengi til umfjöldur að gera eitthvað í miðbænum en síðan að sú umræði byrjaði þá náttúrulega sveitarfélagi bara stækka verulega og það eru fleiri byggðakjarnar og svo framvegis. Hvað eru menn að horfa helst á í því? Jónas, við byrjum á þér og göngum svo að rauðina. Já, ég hugsa að það sé nú bara nokkuð margþætt. Við viljum náttúrulega fara yfir, hafa ítarlegri og betri úttekt á því hvar eru til byggingar hafa lóðir í bæjarfélaginu, það sé opinbert hvar hægt er að byggja og auðvelda fólki að nálgast þær lóðir. Það hefur pínu svona strandað á kerfinni hjá okkur að séu gangi hægt að fá útluta lóðum og það er ekki gott. Þannig að það þarf að vera á hreinu. Ég sé fyrir mér bæði þéttingu á Eyjum til dæmis og út allt sveitafélagið, öllum byggðakjörnum eru margir möguleikar í uppbyggingu á lóðum og við þurfum að ýta undir það og auðvelda alla slíka ferla þannig að það sé auðvelt fyrir þá sem vilja byggja að ráðast í slík verkefni. Sveitafélagið sé ekki að þvælast fyrir. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að laga hjá okkur og þar eru svona verkferla sem þarf að skerpa á og brýna fyrir þeim sem þarf að koma nálægt. Þannig að hlutinir gangi. Þetta hefur svolítið strandað á að hlutir ekki gengið nógu hratt og það er ekki gott. Nú heyrum við það hér eins og reyndar í fleiri sveitafélögum af sama toga, þar sem að það er svona einn höfuðstaður og síðan aðri byggðakjarnar, að höfuðstaðurinn hugsi svolítið mikið um sig og það sé, ég segi nú ekki vanrækt, en að augumanna beinist ekki jafn mikið þangað. Hafið þið verið duglegir að sinna því líka? Ég hugsa mig alveg örugglega gagnrýna sveitafélagið okkar fyrir að huga ekki betur að kjörnunum í kringum Ísafjörð. Það sé bara þannig, ég býnu í einum þeirra, við sem nú býst að nálægt Ísafjörði, en það breytir því ekki. Ég held að það sé mjög víða upplifun hjá íbúum í þéttbýliskjörnunum í kringum okkur, minnustöðunum okkar, að þau séu svolítið út undan og ég held að við þurfum að gera bragarbót á því og það er eitt af því sem ég vil gera að kjörnir fulltrúar eigi nánara samtal við íbúana það reglulega. Það er svolítið erfitt að þú upplifir að erindið týnist einhverstaðar í kerfinu og þú eru ekki og kjörnir fulltrúar kannski af ekkert hugmyndum hvað er að gerast. Það er ekkert aðgengi að vita ekki af því að hlutinir ganga illa. Auðvitað eru kjörnir fulltrúar ekki að skammast í starfsmönnum bæjarins. En ef þeir vita að hlutir eru stopp og ganga illa þá getur það allavega rætt við sín bæjarstjóra og hann getur þá hjálpað til við að koma hlutunum áleiðis.
þarna held ég að sé póttubrotin hjá okkur og sem þarf að lagfæra. Kristján, Já, varandi lóðamál og skipulagsmál þá miðbæðaskipulegið á svona síðustu metrunum. Þar munu koma fram svona 57 fjölbýlishúsalóðir. Svo hefur við þá ennþá meira þegar við gamla slökkvistöðin, þegar við erum búin að byggja þessa nýju og þá getum við rifið hana og þar getum við komið fyrir fjölbýli líka. Við þurfum að klára Tungukverfið, það svona síðustu metrunum, það eru gangsettur og annars líkt og svo búið að teikna nýtt og glæsilegt hverfi fyrir einbýlishús og parhús og raðhús þar fyrir innan. Og það er mjög mikilvægt að það sé farið svolítið rólega í það, að það sé gert í áföngum, að það sé ekki gerðar alla göturnar í einu þannig að húsið standa á stöngli, heldur við getum gert það í áföngum og klára það. Þar eru komið glæsilegt íbúðarhverfi fyrir þá stærri eignir. Ég held að við ættum að reyna að þétta byggðina með fjölbýlum hér. Við þurfum leiguíbúðir og við þurfum íbúðir, sérstaklega kannski 60 pluss íbúðir einnig því að það er fullt af húsnæði þar sem að fólk sem er komið á eldra fólk vilji fara að flytja aðeins minna og það muni losnað líka. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Á Þingeyri erum við búin að klára ákveðna götur og það eru til lóðir þar. Á Flateyri sjáum við tækifæri þar vantar lóðir og það er það sem ég talaði um áðan. Við verðum að hafa lóðir í kveðjum byggðakjarna. Í Hnífsdal eru 3-4 lóðir og Suðureyri höfum við verið að horfa til gamla flugvallarins að það getur orðið blöndubyggð bæði íbúðar og atvinnu og einnig var ákveðin hugmyndum með fyllingu inn við Klofning að þar geti komið flott atvinnusvæði. Þannig að það er alls konar í pípunum, við höfum mörg tækifæri fyrir lóðir. Varðandi þorpin þá er það bara sýnt í könnunum annað að það er ákveðið, það ríkir ekki nógu mikið traust á milli þorpana og stóra byggðakjarnans og það er ekkit viljandi gert en það er vont að fólk finni það og það er einhver tenging sem við þurfum og við þurfum að ná tengingu inn í íbúðarraðinn eða fara í heimastjórninni svo við höfum stundum talað við, þurfum að finna einhvers konar leiðir til að myndist traust á milli og það gæti mögulega verið gert með að búa til einhvers konar blanda starfsmann sem gæti verið að sinna þessum hlutum því að það eru oft bara litlu atriðin sem að fer meir í taugarnar á fólki. Bara slátturinn, gangsetnin og eitthvað svona sem við getum lagað fljótt og vel og stytt þessa tenging á milli stjórnsýslunar og litlu þorpana hérna í kring. Takk. Kárun. Já, ég kom náttúrulega inn á það að okkur finnst vanta öruggan leigumarkað, þannig að það er kannski það sem okkur finnst að setja í forgang. Það er búið að bæta töluvert úr lóðamálunum en það gerist náttúrulega ekkert eða stoppar allt í stjórnsýslunni hjá okkur. Þannig að það verður að fara skýrt í kerfi þar, það verður að klára þetta aðalskipulag sem ég hef heyrt svo ævintýralegar sögur af. Og koma af stað bæði það aðgengi fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Hvað var að minni byggðakjarnana þá er ein lóð núna skráð á Flateyri. Þannig að það er nú skiljanlegt að upplifunin þar sé svo að það sé ekki beint verið að hugsa til þeirra. Og það þarf nú ekki að líta lengra en það. Ég bý hérna í Hnífsdal í 4 mínútna fjarlægð. Ég man ekki til þess að það hafi verið lögu gangstétt síðan ég flutti þangað fyrir 10 árum. Þannig að, var þetta segja eina þarna í brekkunni. Það var tekið heiðabröndin og röllleikin í gegn bara að sjá. Ég er líka úr Hnífsdal sko, þannig ég veit allt. Já, við getum öll rekið okkar þangað. Já. Nei, við þurfum að hraða kerfinu, það er búið að taka skref fram á við, vissulega, það er margt gott, en gott má alltaf gera betur. Sævar, hvernig vilt þú leysa þetta með skipulagsmálum, lóðamálum? Með lóðamálin, þau eru algjör með ólestri. Það er bara allt í bulli. Ég var nú hjá stærsta verktakanum í morgun og ræði málin, mestisku verktakum og honum vantar lóðir, það er enginn að spója það. Hún vantar lóði fyrir 2 blokkir í viðbót sko. Og þetta var bara að hjálpa fólki að redda þessu. Ég sótt lóð fyrir 3 árum eða 4. Ég gafst upp eftir 2 ár. Samt að byrja að byggja á henni fyrir 40 árum. Og ég gafst upp. Hætti og byggði við blokkina hjá mér að byggja þar. Hver var það sem að byrjaði fyrir 40 árum og kláraði ekki? Ég held að vera Ebbi, Ítukallið, eitthvað sko. En ég meina, svona ég var bara að hjálpa og hlusta á fólk hvað vil búa og reyna svo að hjálpa því bara að gera það íbúðir og hús þar. Það er ekki flókið. Kostið það er á Flateyri eða Þingeyri. Bara hlusta á fólki. Þetta kostar peninga? Þetta kostar þetta peninga, en það borgast tilbaka þegar fólki byggir. Það var ekki gera bara lóðir hér og þar sem ekki vil byggja. Og bara gera lóðir þar sem menn vilja byggja. Það er ekki flókið. Menn vilja fá blokkir með
kjallara, þá bara redda því, gera eitthvað. Rífa slökkvistöðinu í Snatri og byggja þar bara og nýju slökkvistöðinu upp, byggja 3 blokki, 4 blokki þar. Þetta er ekkert flókið, bara fara í þetta. Ég skal byggja þér eða þarf, ekkert vandamál. Málið er Ekkert leyst. vandamál. Ha, Málið er bara leyst. takk fyrir það. En það þarf að gera eitthvað í þessum málum og það þarf að laga stjórnsýsluna þannig að þessi tekið á móti fólki og því hjálpa því gegnum það. Þetta er náttúrulega líki Reykjavík og bara hjá ríkinu og allstaðar, sko. Ha, þetta er bara fólk sem er að vinna hjá Ríkjabæ, það er á launum við okkur á að hjálpa okkur að komast í gegnum hlutina. Takk fyrir mig. Gylfi, sko, ég veit að þú er ýmislegt þetta að segja, alls saman, en ég vildi biðja að líka snerta þess á, sko, að því að hér hefur aðalega verið að tala íbúðalóðir, atvinnusvæði og atvinnuuppbyggingu og rekja síðan rauðan allir baka hérna það. Já, sko, á kjörtímabilinu skipulögðu við fjöldan allan atvinnulóðum niður á Suðurtanga sem var gert í mörgum umferðum af samtölum við fyrirtækin sem vildu byggja og þau eru farin að byggja og eru að gera áætlanir að halda áfram að byggja. Þetta er á það sem við erum að byggja núna slökkvistöðina, það sem að húsasmiðjan er og það er allt fyrir aftan. Þar hafa risið hús og pláss fyrir talsvert meira og þrymur og fleiri með miklar hugmyndir, þannig að það hefur gengið þokkalega. En þetta með skipulagið þá er ekki tilviljun að hann nefni Reykjavík og það er ekki, fjölmiðlafulltrúi minn myndi segja mér Gylfi ekki fara að tala svona, en það er kerfisvandi sem að við öll sveitafélögin erum að kljást við, sem að er samspilið milli deiliskipulags, aðalskipulags og þess starf sem að þarf að fara fram á skipulagssviðum sveitafélagana. Og við sjáum það bara, ef við göslum áfram, að þá er allt kært og þá, ef að málið fellur, að þá er ekkert byggt. Og það er það sem að gerist, sem að við lendum í það átti að byggja hús bara hinum með við götuna og það var kært og þess vegna var sú lóð ekki byggð og hefur ekki verið byggð. Og ef við göslum áfram, að þá er hætta á að það gerist bara aftur og aftur. Sérstaklega, ef við ætlum að byggja á lóðunum í hólufyllingunum í bænum. Þannig að það verður að gera þetta vel, það verður að gera þetta rétt. Þess vegna tekur það því miður tíma og þá verður að klára aðalskipulagið fyrst og svo deiliskipulagið og svo framvegis. Ég held hins vegar að þegar þetta er tilbúið, sem að við erum komið mjög langt með, bæði pollskipulagið og miðbæðskipulagið, að þegar þetta er komið, að þá getur þurft að koma með innspýtingu inn í kerfið. Og mín hugmynd er að bærinn sölutryggi eitthvað á bilinu 5-15 íbúðir í þessum blokkum fyrir sem félagslegt húsnæði, selji aðrar íbúður á móti til þess að verktakar geti farið með sjálfstraust og vindin í bakið inn í það að byggja nýja blokkir og selji þá restin af íbúðunum sem að væru í þessum húsum, sem að væru þá 60+ hús með liftu og einhverju svoleiðis. Þetta held ég sé líka mikilvægt. Það er ekki bara skipulagsmálin, það er líka að gefa innspýtingu inn í framkvæmdina sjálfa. En þú segir að þetta sé kerfisvandi sem að sveitafélögin eigi við að etja og þú nefndir borgina sem ekki má nefni í því sambandi. En það eru önnur sveitafélög sem að hafa náð árangri í þessu efnum varðandi þá atvinnuuppbyggingu og nefni þá sérstaklega 2 mun smærri sveitafélög hér í nágrenninu. Stærsta laxasláturhús landsins er risið í Bolungarvík og Íslenska Kalkþörungafélagið ákveður að hafa sína starfsemi í Súðavík. Þarna er minni einingum að takast að laða til sín fyrirtæki annarkvort á nýjum lóðum eða með öðrum hætti sem að ekki hefur tekist í ykkar tilviki. Þannig er þetta kerfisvandi innan Ísafjarðar eða yfir kerfið í heild eins og þú verðist... Já, ég held nú að Kalkþörungaverksmiðjan sé ekki starfsemi sem að hendi vel á Suðurtanganum og dæmi frá Bíldudal þar sem að Kalkþörungaverksmiðja er í miðjum bæ sýnir það og það er ástæða fyrir því að Súðavík staðsett hana aðeins fyrir utan þorpið. Söguna við laxasláturhúsi í Bolungarvík kann ég ekkert sérstaklega vel að segja frá en við höfum eins og að vera að laða að okkur ýmiss konar atvinnufyrirtæki og það gengur vel í atvinnulífinu hér á Ísafirði. Það gengur bara prýðilega. En þau kvarta undan því að hafa ekki aðgengi að lóðum? Já, það er í öllu falli ekki skortur á lóðum á Suðurtanganum en það hefur verið skortur á lóðum annar staðar og það má alltaf gera betur og þess vegna erum við að uppfæra skipulagið. Þess vegna
bæði í miðbænum og Pollinum og víða. Sævar, vilt þú ekki segja ykkur eitthvað atvinnusvæði smá. og af yngri auðmygt? Smá. Sko, ég er búin að sækja lóðir undir bílskúra og svona dót á Suðurtanganum og ekki fengið, ár eftir ár, ég er bara búin að gefast upp að því. Ég er búin að finna lóðarnir niður frá það, nei, það gengur ekki. Sko, við getum alveg deiluskipulagt fyrir svona lóðinu svo blokkir og svona. Það er alveg eftir að deiluskipulega eitthvað svona smá pletti. Það hefur verið gert. Gerði það í Fljótavík. Það gekk bara fínt og ég byggði hús þar. Og Hornströndum, sko. Þannig þetta er alveg hægt. Það bara, og eins og þú talar um Bolungarvík. Þú veist, ég myndi segja, sko, að það væri rosalega gott að taka Bolungarvík og Ísafjörð og deili með tveimur, sko. Það voru við fín. Það er ómikið lyft í Bolungarvík og lítið hérna. Þú veist, þú endar í einhverju vitleysu og leifir bara allt sem einhver vill, sko. Bara vera með Hnífsdal sem hlutlaust svæði. Þú verður að gera þetta viti, sko. Ég er ekki að tala um að setja bara hús hér og allstaðar sem fólk vill. Það er alltaf að vera deiluskipuleggja fyrir húsið. Bara hjálpa fólkinu að gera þetta. Þeir biðja ekki annað. Þá geta þau beðið og látið deiluskipuleggja þetta og svo bara byggt. Og einhver annar kaupi húsið þeirra. Og Garðar vill alveg byggja blokki og hvað sem bærin kaupir eitthvað íbúðir ekki. Hann vil bara fá lóðir og teikna blokkir og reyna að selja þær með bílakjallara, þannig að fólki sem er eldra fólki á Ísafirði geti minkað við sig, farið í blokk með bílakjallara og selt stóra húsið og unga fólki keypt það og flutt heim. Þetta er ekkit flókið, sko. Bara vinni í þessu saman, bara taka þessu saman. Við getum alveg unnið saman öll þetta, ég vissu það. En á hverju gerðu ekki eitthvað síðast á tímabili? Á hverju ekki hellinga lóðum og allt í gutti? Ég bara skildi ekki. Svanfríður, svaraði því. Hvernig stendur því? Svara þessu, eða einhver sem að veit eitthvað aðeins meira? Ég mun aldrei efast um það að Sævar og frændur hans geti byggt heilt þorp í Fljótavík. En hvort er síðan leyfi fyrir því öllu er ég ekki alveg viss. En það er önnur saga. En að skipuleggja miðbæðar skipulag, það er pínuð þannig og ég veit að það þarf að hraða ýmsu innan stjórnkerfisins, þess vegna tala ég um ferla og annað áðan. En þetta er miðbærinn hérna hjá okkur og við þurfum að vanda okkur pínulítið við þetta. Við erum búin að vera að ræða og höfnin kemur inn í þetta, það eru lóðir sem koma jafnvel á höfnin og þetta er pínu meira mál heldur en bara að gera þetta, skilurðu, veist. Og við ætlum að færa pollgötuna, setja aðra lóðir í kring, þetta tekur tíma og við þurfum líka að læra af sögunni að þegar við ætlum að fara að gera þessar lóðir þá þurfum við að hafa þær pínulítið í tengslu við gamla bæinn og við þurfum að setja ákveðnar reglur að húsin líti út svolítið eins og gamla bæinn. Það vill engin annað neistaslis, þannig að það þarf að vanda sér pínulítið í þessu. En ég skil alveg við Garðar, ég tala oft við Garðar, hann er mjög góður vinur minn, sko. Þannig að En þetta er pínu flóknara heldur en að reisa skúr undir fjórhjól í Fljótavík. En hvað má þetta taka langa tíma? Miðbæjarskipulagið er nánast tilbúið. Þetta þarf ekki að taka langa tíma en við verðum að vanda okkur. Tollgatan kemur inn í þetta og þar erum við að ræða við vegagerðina ákveðnar göngustíg og meðfram því það þarf að hækka sjóðarni. Ef þið hafið rætt við vegagerðina þá er það ekki hraðasta apparat sem komist í veg. En hvenær verður þetta tilbúið? Á þessu kjörtímabili held ég að við getum byggt blokk á hverju einasta ári. Á komandi kjörtímabili? Já. En hvað með atvinnulóðir undir bæði þá starfsemi sem er hér fyrir, einhverju vilja vantilega stækka, en líka fyrir nýtækifæri. Menn hafa verið að nefna alls konar hugmyndir sem að unnt var að gera hérna, mismikil alvara sjálfsagt í því. Ég vil benda, Hampiðar er nú búin að reisa að spila. Við skrifuðum undir, eða bæjarstjórnin skrifaði undir viljayfirlýsingu í Þrym, húsi fyrir sennilega 3-2 árum síðan og það hefur ekki stoppað okkur með þá lóð. Það tekur líka stundu tíma á fyrirtækjum að tekna hana slíkt. Núna vorum við bara nýlega í bæjarstjórn að samþykkja skipulag þar sem að Hauganesi, þar sem eru áætlanir hótel og spa. Við samþykktum skipulag þar sem er að fara að rísa 30 sumarhúsalóðir upp, þar sem maður fékk lóðin og er búin að skipuleggja sjálfur. Það er ekki svo að sé ekkert að gerast. En það er, og ef við flettið upp í sinni, þá erum við búin að tekna frábært hverfi inn við Tungukverfi, en ég get alveg tekið undir að margt tekur mjög langan tíma, en það er ekki allt starfsfólki Ísafjarðarbæjar að kenna, þó að við getum hjálpað þeim og ferlunum okkar að vera betra.
Ég tek eftir því að flest sem að hér nefnt, sérstaklega einmitt í kringum atvinnulóðurnar, það hér á svæðinu. Það í þessum hnapp. Það hér á þessu svæði, Ísafirði, sem að ég hef voða lítið heyrt að það gera eitthvað. Þú verður að hlusta betur. Ég nefndi bara rétt áðan hugmyndir yfir Kofra og uppfyllingu þar sem ákveði fyrirtæki og báð það. Það verður að hafa byggð, þetta mjög stórt svæði á Suðureyri, byggð þar við, og bæði getur verið íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, og það svæði sem mjög spennandi fyrir uppbyggingu þar. Þannig að ég heldur séum alveg með möguleika á fleiri stöðum. Hnífsdalur að vísu svolítið þröngur og með svolítið mikla snjóflóðahættu að við getum farið í mikla atvinnuuppbyggingu þar. Þórheiður, þú með aðrar hugmyndir í varðandi þetta? Heyrðu, nei, við erum að horfa á rosa mikið að því saman. Við þurfum að hafa tilbúna lóðir fyrir atvinnustarfsemi í öllum byggðakjörnunum, alltaf. Mæknum aðeins nær. Aðeins nær. Já, þannig að við erum bara að horfa á það. Lóðaframboðið, við þurfum að geta svarað atvinnulífinu, en þá komum við kannski líka inn á raforkuöryggið. Ég meina, við völdum ekki fleiri stórum fyrirtækjum eins og staðan í dag. Þannig að þetta verður alltaf að spila saman. En hvað með nýbreytni? Ég meina, maður hefur heyrt talað baðlón út í Holtsfjöru og eitthvað svona. Það eitthvað sem að mönnum hugnast þér? Sko, þetta náttúrulega það nýtilkomið. Ég ekki búin að eiga mörg samtölu þetta, en ég meina, við horfum á það ég meina, stærstu hátíðarnar okkar, þá alltaf seljast upp í bænum, þannig að ég sé nú kannski ekki galla við það að fá fleiri gistirými á svæðið. Ég held að það myndi allir fagna því að geta komið meira og notið hjá okkur. Jónas. Ég bara mjög hlynntur slíkar uppbyggingu að sjálfsögðu þó þannig veri og við eigum að sjálfsögðu vera með tiltækar lóðir. Það eru tiltækar atvinnulóðir í flestum kjörnum og við eigum að sjálfsögðu að halda þeim vel á lofti og bjóða fólk sem vill stofna þeirra ekstra allstæði velkomið. Og Holtsfjöru verkefni náttúrulega bara í fullum gangi og í ferli og kynningaferli sem bara mjög spennandi verkefni. Og sjálfsögðu ég jákvæði fyrir allir slíkar uppbyggingu í öllum okkar byggðakjörnum að sjálfsögðu, þó þannig veri. Og við höfum að taka fagnandi á móti öllum sem vilja gera eitthvað slíkt. Og ég held að við megum alveg vera meira svona, ef að segja bara leiðbeinandi, taka betur á móti fólki og leiðbeina þeim í gegnum kerfið okkar og hjálpa þeim að koma utan áleiðis. Ég held að stundum vant upp á það, en öðru leyti held ég að við séum í ágætishorfu með hvað þetta varðar. En Suðurtangi náttúrulega í Ísafirði iðnaðarsvæðið okkar hér. Þar eru náttúrulega ákveðin vandræði sem fylgja því að við erum náttúrulega byggja á gömlum ruslahaugum. Það er svona pínu verkefni að þurfi að fjarlægja og hafa mikil jarðvegsskipti. En það er enga síði mjög spennandi svæði og þar eru hlutir í fullum gangi, mjög spennandi, ekki spurning. Átt þú eftir að skrá kílómetrastöðuna? Þú getur skráð hana í Ólís OB appinu sem sér restina fyrir þig. Ólís. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy who's been. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Já, þetta hefur náttúrulega verið svolítil innansveitakrónika hjá okkur til þessa, en við þurfum að horfa víðar í kringum okkur og eitt af því sem að í gangi í pólitíkinni núna, kannski ekki sérstaklega hér, heldur á landsvísu, það Evrópuspurningin sem að verður lögð fyrir okkur síðar í sumar. Og við finnum það alveg hvernig mörgum fara að hitna í hamsinu þegar, þá getur ímyndað ykkur hvernig það verður verslunarmannahelgina, en ok. En hvernig það? Sú umræða, tengist hún sveitarstjórnarmálunum að einhverju leyti? Það eitthvað sem að hreyfa við fólki hér, einhverjum eða öllum?
Nei, mér finnst það nú ekki. Ég skal nú bara fúslega viðurkenna að ég ekki Evrópusambandssinni og mér finnst þetta sóun á peningum að leggja stað þennan leiðangur og stjórnsýsla mun verða meira og minna lömu næstu 2-3 árin eða eitthvað í þessu verkefni sem mér finnst eiginlega alveg galið en ég sé ekki að það sé neitt að blandast inn í þessi mál hjá okkur. Örugglega og valla að taka athygli frá þessu okkar vettvangi. Mér finnst það ekki ábrennarlega sko. En það örugglega skipta skoðanir á því eins og öðru og örugglega einhverju sérstunu félagi mínir sem eru á annarri skoðun en ég hvað þetta varðar. Ég varst ekki það. En nú ljóst að mögulega aðild að Evrópusambandinu geti haft verulega áhrif á atvinnuhagi hér á Íslandi og tilteknar atvinnugreinar sem að þið að mörguleyti stólið á. Er þetta ekki mál sem að sveitarstjórnarfólk ætti að láta í sér heyra og taka afstöðu til? Sko nú skal ég tala bara svolítið út frá svona mína persónulegu skoðun náttúrulega, þetta er þess átta verkefni, að ég hef alltaf sagt eitt af því sem gerir mig stoltan af því að vera Vestfirðing er að við höfum gegnum tíðina verið svæði sem hefur verið mjög ötult við að skaffa gjaldeyri fyrir þjóðarbúið. Miklu meiri heldur en við tökum tilbaka og samkvæmt úttektum og þá eru tekjur sem við skiljum ríkis og miklu meiri heldur en fáum tilbaka. Og mér finnst það gott sko. Mér finnst gott að vera einn af þeim sem í samfélagi sem heldur þjóðarbúinu uppi. Mér finnst þegar menn að tala um Evrópusambandið þá eru menn að tala um að það sé svo gott við þetta að menn geti fara að fá alls konar styrki og alls konar bætur sko. Mér hefur aldrei hugnast að vera eitthvað svona ölmusu þegi sko. Ég ekki þannig Vestfirðingur sko. Þannig að ég sé ekki mikla framtíð eða styrk fyrir okkur Vestfirðingur hvað þetta varðar, alls ekki. En heldur það geti veikt prósess? Já, sko, ef við teiknum upp eins og mér finnst stundum vera að eitt af því sem sé fólkið í þessu verkefni sé svolítið að veikja sjávarútveginn og svolítið gera hann að einhverjum atvinnubótavinnu, þá er það náttúrulega eitthvað sem veikir Vestfirði, augljóslega. Kristján? Já, Evrópusambandið og Evrópusambandsumræðan er mjög stór og flókin, þannig ég ger ekki ráð fyrir að við munum leggja mikla áherslu á það í kosningabaráttunni og meira líta inn á við í þessum sveitarstjórnarkosningum. En hvað heldur ef þjóðin fellst á tillögu utanríkisráðherra að ganga aftur til aðildarviðræðna við Evrópusambandið? Hvaða áhrif heldur að það geti haft? Myndi það engin áhrif að hafa heldur? Menn eru bara að segja já eða nei við þessari spurningu sem á að fara fram og hvort megi fara fram svo spurning eða? Þú verður að velja það svarið sjálfur sko. Sko ef að svo spurning fer fram þá held ég að það muni hafa ákveðin áhrif en engin sérstök þó að ég telja spurningin þurfa að vera meira beinskeyttari og hreinlega að spurja hvort við eigum að gangi í Evrópusambandið já eða nei. Og það held ég að upprunalega spurningin ég held að það taki ekki mikið tíma þessu hjá okkur en það mun örugglega hafa áhrif á það hvort sem við gangum inn eða út og það mun hafa jákvæð áhrif á ákveðna hlut og neikvæð áhrif á aðra. Það er ekkit einhugur innan þess held ég í neinum alvöru flokkum sko en eftir að fá mitt áliti. Þú ert oddviti, þú talar í nafni þíns flokks hér. Já, innan míns framboðs er ekki einhugur já eða nei en eins og staðan núna hugnast mér þetta ekki. Svanfríður, hvernig hugnast þér þetta? Ég held að þetta kom ekkert rosalega mikið að bæjarmálum hjá okkur. Þannig að ekki leyndamál að flokkurinn minn er Evrópusinnaður flokkur. Ég er sjálf bara þeirra skoðunar. Mér finnst eðlilegt að taka þetta samtal, fá kynningun á málunum og bara skoða málum frá öllum hliðum og helst sem óhlutdrægast eins og hægt er. Og mér finnst bara jákvætt mál að fá að segja hug þjóðarinnar í bæði skiptin. Þannig að þú segir já 29. ágúst ef þetta fyrir gegnum þingið? Ég er bara ekki búin að ákveða það ennþá. Ég gerir ráð fyrir að hafa tíma til að kenna mig málinn þangað til. Sævar, tekur því að vera að spyrja þig að þessu? Nei, held ekki sko. Ég segi nú bara nei. Ég vill ekki fleiri reglu. Ég vill losna við eitthvað þessum reglum og þessum bönnum og bóðum að bönnum sem er komin yfir okkur nú þegar. Ég vill ekki meira að þessu. Þannig að ég segi bara nei. Hingað ekki lengra. Ég vil bara losna við þetta lið. Það er ekki flókið. Snúa okkur til Ameríku, það er nóg þar.
Nú stór var þetta þjóð, flóknara. vantar helling, Að ef nóa- hinn færi fílu þá fyrir bara til Ameríku. Að nóga lóðum í Ameríku. Ég segi það, Já. ekkert vesen. Bara nei við þessu. Gylfi. Það er ekki alltaf áfram með eitthvað. Ég held að þessi umræða hafi verið lengri heldur en öll umræða sem að ég hef átt ESB í aðdraganda þessara kosninga og ég held að kjósendur viti að sveitastjórnir ákveða ekki af eða á með Evrópusambandi. Nei, en kjósendur vilja vita hvaða afstöðu þeirra kjörnu fulltrúar hafa. Þess vegna stendur hér í Kastljósun og við spyrjum aftur. Hvernig líst þér á þetta með 29. ágúst? Myndu segja já eða nei? Ég held að ég myndi segja já við þeirri spurningu og sjá svo hvað kemur þegar að greiningarnar eru komnar og við erum búin að ræða máli frekar. En þarf bæjarfélagið ekki að bregðast við með einhverjum hætti ef það kemur já og það er gengið til viðrana og það þarf skilsmanni að vinna í einhverju aðlögun þó að það sé deilt hversu mikil hún sé. Þurfið þið þá ekki að vera með einhverja viðbragðs áætlanir? Heldur betur og gott að þú nefnir þetta. Vegna þess að ekki bara höfum við, af því ég eru formaður Fjórðungssambandsins og Vestfjarðastofu, þá höfum við verið að reyna að fóta Vestfirði í þessu, sérstaklega í þessu breytta landslægi í öryggismálum á heimsvísu. Það er náttúrulega verið að hóta Grænlandi ýmsu og við höfum verið að velta fyrir okkur hvernig við getum svona samþætt kröfur okkar bætta innviði, þessum hugmyndum NATO uppbyggingu á áfallaþoli ríkja í óvissu ástandi og höfum verið að velta þessu mjög mikið fyrir okkur og bæði hvað var að raforkuöryggi, björgunarsveitir, samgöngur, farnet og vegum og svo framvegis. En sko hagsmunamatið er skýrt þegar að ég hef verið að ræða málefni Ísafjarðarbæjar eða Vestfjarða á landsvísu og það hefur nú nokkur tíman komið til tals að ég hef verið ósammála til dæmis því sem að ríkisstjórnin hefur haft að segja þó að það sé ríkisstjórn með viðreisn og þetta er bara mjög skýrt, það er samfélagið mitt, Ísafjarðarbær, fólki hér og sem að kemur í fyrsta sæti og ég hef verið óhræddur við að tala okkar máli og þetta á okkur hefur verið hlustað, til dæmis bendi á að núverandi ríkisstjórn fekk í arf mjög harkalega skattahækkun á skemmtiferðaskip. Við mótmæltum þessu harðlega, það var lækkað og nú sjáum við á bókunartölum og bæjarstjórinn og hafnarstjórinn voru að koma frá Miami bara í gær og þau segja að það sé núna aftur komin vöxtur í móttöku í bókanir skemmtiferðaskipa vegna þess að á okkur var hlustað og það var sýnt hófsemi í því að lækka þessa skatta. Þannig að ég hef verið óhræddur að tala máli í okkar þegar við þurfum að berjast fyrir hagsmunum En í Evrópumálunum okkar á landsvísu. Þannig að núverandi ríkisstjórn hefur gefið það út að í þessu ferli að það fer í ganga til 29. ágúst þá þurfum við að þýða að minnst kosti 50.000 síður af nýju regluverki. Það er eins víst að á þessum 50.000 síðum sé að finna talsvert mikið regluverk sem að kemur við málefni sveitarfélagana. Þannig að það er þess vegna sem við spurjum út í þetta og veltum vöngum yfir því út all land reyndar. Núna síðast í dag í Strandabyggð annar staðar, meiri sé Árneshreppi, hvaða afstöðu menn hafa til Evrópu spurningarinnar. Því að þetta mun snerta sveitarfélögin þó að menn reyna að skauta fram hjá þau. Já, ég held að það skiptir ekki máli núna, ég meina það er þessi spurning í ágúst og við höfum nægan tíma til þess að ræða það og bæjarstjórninar munu ekki taka afstöðu til kosningarinnar í ágúst. Við tökum þá annað sko, fyrst að þú ert með eyra þíns fólks í ríkisstjórn. Hefur eitthvað verið að hvísla í eyru þeirra kílómetragjaldið? Já, sko við höfum náttúrulega verið að hvísla í eyru stjórnvalda að það þurfa að bæta vegina. Kílómetragjaldið er hugmynd úr fjármálaráðherra tíð Bjarna Benediktssonar og hefur svo verið unnin áfram af síðari fjármálaráðherrum. Að sjálfsögðu höfum við haft ýmislegt þetta að segja það hvernig þetta leggst á flutning á afurðum milli svæða og að þetta leggist harðar á landsbyggðina heldur en þá sem að þurfa að nota vegina minna. En sko á endanum þarf að borga þessa vegi og ákallið betri vegi hefur verið skýrt. Það nákvæmlega hvernig þessum byrðum er skipt niður er frekar flókið tæknilegt úrlausnarefni. Ég held að sé ágætt að allavega þeir sem að aki kílómetra borgi fyrir það frekar en þeir sem að spara sér það. Eru fleiri frábærar skoðanir á þessu? Æ. Er þetta ekki einfalt, Sævar? Jú.
kílómetragjald. Ég er rosa lánaður, ég á 10 síldra bíl, 8 síldra bíl og heyrið þessu anskotar, ég er bara að spara helling maður. Allir á litli bílunum, þeir væla og grenja. Er þetta ekki bara flott? Þeir segja að þetta séu svo stóra vélar á bílnum hjá þér að þú skilur eftir gata á ósónlæginu þegar þú keyrir Það er bara þannig, sko. Og bara happy, 500 og eitthvað pluss hestöfl, sko. Nei, ég finnst þetta að hafa illa staðið að þessu reyndar. Hefði maður standa betur að þessu. Og til dæmis núna þarf ég að láta lesa vörubílnum mínum og aðtóa mælirinn og hvort að hann sé að telja rétt og allski svona vesen. Er þetta ekki búið? Það er ekkert í hinni bílunum. Okkur þurfa vörubílar að fara og láta tékka mælan af og borga hellinga pening hvert er Reykjavík bílnum til þess að gera það. Og svo hinni bílar þurfa ekki neitt að gera það. Þannig að það er marga brotalemir í þessu sem þarf að spá og spekulur í. En eins og ég segi, ég er á eyðslufrekum bílum, þannig að, sorry. En það er náttúrulega fleira sko, sem að skiptir máli í samgöngumálunum en kílómetragjaldi þó að það, margir hugsi mikið það þessa dagana. Þetta hefur alltaf verið hið stóra mál Vestfjarða, það eru samgöngunar. Hvernig sterti það ykkur? Hvað getið þið gert þess að keyra áfram ykkar fólki, ríkisstjórn eða þið að lemja á vinnum ykkar á þingi? Sorry, þú vilt byrja. Til að bæta samgöngunar hjá okkur. Já, ég meina, hvað er það sem að þér finnst mest á vanda? Hvað kreppir skórinn? Hvað segirðu? Hvað kreppir skórinn? Heyrðu, ég meina samgöngumálun hafa og munu alltaf vera stórt mál fyrir svona samfélag langt út á landi. Ég meina, það er töluvert langt fyrir okkur að fara að sækja mikla nauðsynlega þjónustu. Þannig að við verðum náttúrulega bara að vera öflugu málsvari fyrir allar samgöngur héðan, hvort sem það er flug eða vegir eða hvað. Ég meina, það líður ekki það sumar sem það er ekki hólur hálfa leiðina hérna suður. Þannig að við bara höldum áfram að tala við okkar fólk við stjórnvölinn og er náttúrulega ánægð bara með þá samgöngu áætlun sem að kom, þar sem að Súðavíkurgöngin fóru náttúrulega mun hærra á forgangslista og það er bara virkilega jákvætt fyrir samfélagið okkar hérna. Ég veit nú ekki alveg hvað spurningin er en ég get alveg svarað henni. Sko, þú getur byggt helmingi stærra hótel ef það veri betri samgöngur. Já, sko, eina sem ég veit ekki svara, ég veit ekki hvað bílum minni margir, hvað sagði þetta hétti, 7 lítrar? Já. Það er alveg 100%, ég get hringt í bróðum minn og spurt hann að því. En sko, kílómetragjaldi er alls ekki slæm hugmynd í heilsinni ef þú vilt, menn það þarf peningin í vegakerfið. Það sem ég hef verið mest ósáttu við og hef nú sendt á þingmenn, ekki bara þingmenn hjá mér, heldur líka þingmenn sem sitja í salnum, er að mér finnst óþarfi að breyta reglunum þannig að olíufélagin geta alltaf hækka álagningu sína hægt og rólega. Og það mun líka gerast 1. maí þegar við lækkum virðisaukaskattinn að það er alveg 100% að það mun hækka álagningu olíufélagina. Ja, þeir eru nú þessir frjálslyndu flokkar að setja núna völd til ráðherra sem að banna verðhækkanir á ákveðnum markaði. Já, við skulum sjá hvernig það gengur. En það sem skiptir okkur líka miklu máli að núna hefur við bara verið að tala um vegi í mörg ár og það lítur ágætlega út. Dynjan sen er að koma í lag, við erum að fá brýtnar og þannig að við erum að fá kílómetra á svipuðum vegalengdum og til Akureyrar. Við vorum svo óheppin að 1990 og hvernig komum göngin 6 að þá hefðu ríkisstjórnin ekki meira trú á þessum fjórðungi að við erum ennþá með einbreið göng og það mun vera mjög hamlandi fyrir okkur og svo megum við ekki gleyma að núna erum við að gera slæman díl fyrir Vestfirði í flugi. Við erum að fara niður í þjónust í fluginu og það að mínum að þetta eru gerð ákveðin mistök þegar þetta er boðið út, þá hefði þurft að bjóða út fleiri flugvelli og fleiri flug í einu til þess að fleiri komist að pakkanum því að það var alveg ljóst þegar uppáðið að setja að Icelandair var eini sem gæti komið að þessu og gátu nánast leikið sér að þessu og hvernig þeir myndu fá dílinn út. Þannig að það er stórkostlegt vesen í flugi í framtíðinni og hvernig þeir tala líka að rauninni enga flugvél að setja kaup inn í þetta því að það er engar þessar stærðir sem henta flugvellunum á Ísafirði verður mjög bagalegt að það muni þá dett út flug og þá þarf Ísafjarðar og ríki bara hreinlega að fara að finna nýtt flugstæði á Vestfjörðum ef þetta er framtíðin. Núna erum við að horfa á það í vetur það verður ekki flogið 2 daga þannig að þeir sem þurfa að sækja læknisheimsókn á 3. degi þurfa að koma heim á 5. degi ef það er flogið á 5. degi því að flugstæðið er ekki endilega það besta. Þannig að það þarf að fara að tala núna um flugið, ekki bara vegina. Jónas.
Já, kannski fyrst að því að Gylfi myndist nú réttilega á það að hugmyndir kílómetragjaldi hefur komið úr ráðuneyti Bjarna Benediktsson upphaflega. Munurinn var hins vegar að sá að þar voru vissulega einhver embættismenn sem komið fram með þessar hugmyndir en þingið stoppaði þær sko. Það er að segja kjörni fulltrúar komið veg fyrir þetta lögum vegna sem menn voru ekki sáttir við hugmyndir sem komið fram sko. Nú virðast hugmyndir aftur á móti embættismanna borið á lögum og þingmenn ekkert haft þeirra áhyggjur af því sem breyting sko. En varðandi vegina þá að sjálfsögðu þarf að bæta samgöngu til okkar. Ég hef oft sagt það að, eins og ég myndist á áðan að við höfum stolt held í Vestfirðingar verið duglega við að framleiða gjaldeyri fyrir þetta þjóðarbú og tekjur, en við þurfum bara að hafa veginn svo aðrir til að koma því á markað sko. Við förum ekki fram með þetta meira, ekkert meira heldur en aðrir, bara það sama, bara séu vegir svo við getum skila gjaldeyrinum fyrir ykkur sko. Það er nú allt og sumt sko. Og auðvitað þarf ekki að braga búti því. Hvernig á að fjármagna, það má auðvitað deila það hvernig á að forgangsraða í framkvæmdir og sjálfsögðu það stórmál. En þið sjáu bara á munið eftir fréttum, kannski ennþá meira áberandi hefur verið að flytja laxaafurðir frá Suðurfjörðunum. Men bílar sitja fast í spólandi í drullu. Viljið þið ekki fá gjaldeyri í þjóðarbúið? Við erum alveg þar. Þú myndir fá annað svar ef að Jón Kaldal stæði hérna, en það er hann að... Ég kunni ekki að nefna nafn sko, en þið skiljið hvað ég meina sko. Þannig að þetta áður að vera í lagi og auðvitað þarf að forgangsraða þannig að þetta sé gert og þegar það vera stór hækka álögur á bíla eða leggja nýja skatta eða þegar kom hugmyndir að hækka álögur og útgerðanir hjá okkur til þess að verða að laga vegina sko. Við þarf að gera eitthvað við þá. Það þarf þá að laga þessa vegin sem að verða að lofa þegar verða að segja að það veri afsökun fyrir þessari hækkun á útgerðar af Vestfjörðum. Það þarf að skila sér. Tíminn líður hratt og við myndumst hér áðan í upphafi máls okkar á pólitíkina eins og hún hefur verið síðustu 4 árin og hvernig ílistin að lokun leysist upp og hvernig menn hafa unnið þvert á meirihluta og minnihluta. En fólk hefur sennilega líka áhuga á því, ekki aðeins út frá flokkunum, heldur fólkinu sem í hlut á, hvernig menn sjá fyrir sér meirihlutasamstarf á komandi kjörtímabili. Og ekki kannski síður bæjarstjóramálin? Já, og hvern menn vilja sjá sem bæjarstjóra, þetta eru hlutir sem að skipta máli og það er ekki sanngjarnt gagnvart kjósendum, fólkinu hér í salnum eða fólkinu sem eru að horfa að segja, já, þetta er eitthvað sem við leysum þegar þið eru búin að greiða atkvæði. Það er réttar að menn sýni eitthvað á spilin sé þess einhver kostur. Þannig að ég held að við göngum í þetta mál hér, er það ekki Andrés? Já, og við getum ekki alltaf verið að byrja á endanum, er það? Nei, og skulum byrja á Sævari. Já. Hvernig meirihluta vilt þú mynda og hvaða bæjarstjóra ætlar þú að hafa hér í bænum næstu 4 árin? Sko, ég veit bara Ísfirðingar flykkist að flokknum mínum og kjósið nógu marga, þannig að ég geti bara verið bæjarstjóri. Þú er bæjarstjóra efnis? Já, ég vil vera bæjarstjóri. Og þú vilt reyna meirihluta? Ég vil taka aðeins til hérna og það er hægt að maður er bæjarstjóri og í bæjarstjóri líka, þá var þetta fínt sko. Mér er alveg sama, ég fyrir bara að gera það sem ég er að gera aftur ef ég fæ þetta ekki en ég vil þetta sko, þetta er mín skoðun sko. Eru fleiri hér upp á sviði sem vilja verða bæjarstjórar, fyrir utan þig og Andrés? Sko, það eru 9 framboði í okkur og það eru 9 sæti, þannig að þetta passar sko. Þurft ekki fleiri. Næsti. Ég á listanum. Einn vara, já. Kristján, ég sá þú varst að sofna þannig að hann er býðið. Ég held að Sævar myndi vera lengur að þessu sko. Viltu að ég myndi meirihluta? Já, sko, hvernig viltu sjá þetta og sömuleiðis með síðasta kjörtímabil, það var vísi ekki, við veitum að Jónas kennir starffræði, það var ekki stór hluti af síðasta kjörtímabili sem var þjóðstjórn eins og hann kallaði. Hann kennir ekki starffræði, hann kennir starffræði tengt allavega sko. En ég er í rauninni, það gerðist í fyrra, þá gekk einn maður út úr í listanum og ég er í rauninni bara nokkuð stoltur að því að hafa eiginlega verið sá sem að tók það ákvörðun að það væri neitt annað. Það var mjög lukkulegt, það gekk vel hjá okkur í bæjarstjórninni áður, við höfum náð góðum og fyrir ekki Jónas. Þínum virkar ekki, og ég held, ég fór í 2 kjörtímabil, fyrra kjörtímabilið var verulega brösótt, mikil pólitík sem að ég var þá komin í inn í pólitík og ég kunni ekki við, ég kann ekki við argaþrasa pólitík, þannig að ég held að við getum unnið flest saman, en þið þekkið alveg, ég veit að reyna að fá okkur önnu, það er ómögulegt áður við vitum hvað kemur kössunum, hver getur talað við hvern, eða hvort við getum öll talað við
hvort annað. Ég segi bara svo sagðar, þetta ekki flókið. En bæjarstjóra, við höfum síðustu þetta 3. kjörtímabili við höfum ekki verið með bæjarstjóraefni. Við ákváðum að auglýsa fyrsta kjörtímabilið, síðasta kjörtímabili vildum við velja hæfan bæjarstjóra. Í dag tel ég mikilvægt að fá bæjarstjóra sem að við getum ráðið inn sem að þekkir innviði sveitafélaga, þekkir jafnvel sveitafélög, smá sveitafélög og sveitafélög sem eru fjölkjarna og geti komið bara nánast strax tilbúin inn í starfið. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fá bara bæjarstjóra inn sem að er kunnugur þessu, þekkir alla ferla, þannig að við getum bara byrjað ekki frá grunni. Þú hljómar svolítið eins og þú sért með eitthvað í huga. Þú eru bara að halda það fyrir þig og þú heldur það sko. En það eru fullt af bæjarstjórnum sem að þekkja hlutina eins og þeir eru sko, þekkja sveitafélög og þekkja kjörnandi sveitafélög. En ég er með þannig huga og bæjarstjóra sem getur tekið á málum og farið inn í þessa ferla sem við viljum gera að hjálpa starfsmönnum okkar að sinna þjónustunni enn betur. Svanfríður. Já, meiri hluta, við erum nú ekki komin svo langt. Það ættu allir að fara að kynna stefnumáli núna og þetta er svolítið í fyrsta skipti sem maður heyri hvað hinni flokkarnir eru að hugsa. En ég er bara svo pólitísk að ég segi bara við séum opin fyrir öllu. En þetta snýst náttúrulega bara að við viljum vera málsvari sterkrar velferðar á svæðinu og erum bara spennt fyrir öllum samtölum sko. Varðandi bæjarstjóraefni, við erum ekki að leggja fram bæjarstjóraefni en verða að taka undir með Kristjáni, þetta verður að vera eitthvað sem er tilbúin í þá vinnu sem við ætlum að leggja á hann. Og Gætið þú hugsað þér að vera bæjarstjóri? Ég er ekki bæjarstjóraefni okkar, nei. En myndirðu sætta það við Sævar? Það er aldrei að vita, sko. Þú ert fæddur pólitíkus. Gylfi. Já, við göngum óbundin til þessa stjórnar meirihluta viðræðna. Ég vil taka samt undir með Kristjáni að þetta hefur verið farsælt það sem á þessu kjörtímabili. Það er náttúrulega ekki alveg fullkomið að það séu allir í sama liði, það þarf að vera eðlilegt aðhald með meirihlutanum að hann hlaupi ekki út í skurð með einhverjar ákvarðanir en það hefur verið mjög gott samtal þar sem við höfum sagt og verið með sagt kost og löst á þeim ákvörðum sem hafa verið teknar. Þannig að við göngum óbundin bara til meirihlutaviðræðna eftir þessar kosningar. Við fáum einhverja mennina inn í bæjarstjórn sko. En bæjarstjórinn? Getur þú hugsað að taka þetta að þér? Ég geti hugsað mér það en það er ekki svona krafa. Nafni mitt getur verið á lista þegar viðræður fara af stað. Jónas, getur þú hugsað að bera þessa þungu keðju? Alls ekki. Þú sér sakar að kunna ekki að reikna? Já, ég held ég síðan að býsna flinkur reikna en það saði ég með pólitík, saði verulega hluti eða stóra hluti á hvað er stórt og hvað er lítið. Það er bara þannig, 25% er taldið stórt sko, er það ekki? En ég get ekki verið bæjarstjóri, Jónas í apótekinu er ekki bæjarstjóri, það bara segir sjálfur sjálf, þá er ég að breyta nafn sko. Það gefur auðvitað leið sko. En við göngum... Við göngum óbundið til kosninga og ég get alveg hugsað mér að starfa með öllu þessu góða fólki. Ég held að, og bara þá bjargföstu trú að allir sem hér í frambóði vilja gera góðan bæ ennþá betri og full á trú á því. Svo er lengi sem við náum samkomulagi helstu. Býtu nú við Kristján, er ég með þinn gallaða? Svona er þessi framsóknarmenn, maður treystir mig ekki verið hot sko. Það til ég að vinna með mér sko. Þú ert að útiloka framsóknarflokkinn í stjórnarmeirihlutanum? Nei, ég þarf bara að fylgjast með þeim, ég er góður í því sko, það er ekkert mál. En áttu þér einhvern óska bæjarstjóra? Nei, ekki. Þessu sviðið út í salnum? Bara engan sérstakann, ég er bara einhvern góðan einstakling. Við þurfum að hafa góðan stjórnandi, ég held að það sé mjög mikilvægt þessi góðu stjórnandi, en að það líka vera að koma vel fyrir og eiga auðvelt aðgengi að fjölmiðlum og koma bænum á framfæri og hafa skilning á rekstri og svo framvegis og framvegis. Þú ert að tala um Stefán einar? Já, ég er að horfa á Stefán. En gætu þið hugsað ykkur að styðja bæjarstjórakandidat úr oddvitahópi hinna flokkana? Vegna þess að nú erum við að minnsta kosti með 2 menn sem að lýsa sig, ég er svona misspenta fyrir þessu reyndar. Hvort myndur frekar vilja? Já, það er svona fegur að samkeppni, ég veit það ekki alveg, við skulum sjá hvað er hafa upp á að bjóða, þetta er dans sko, hvað kemur á móti? Já, ég held að við
náum ekki þeim svörum sem við vildum fá út úr þessu fólki. Þið verður bara að lesa í þetta sjálf, sko. Við ráðum ekkert við þá. En kannski þið getið gert betur. Við veltum þið nefnilega fyrir okkur hvort að við erum ekki að gefa ykkur núna tækifæri til þess að koma með spurningar úr sal til einhvers frambjóðanda. Og ef að hafa sama fyrirkomulag á þessu síðast. Já, við viljum fá hnitmiðaðar, skýra spurningar sem að hafa ekki að geyma langar inngang eða eftirmála. Og ég ætla að fara hérna niður á sviðinu og ég mun halda á mikrofónunum á með þið berðu spurninguna. Ég vil kynnið ykkur líka og ég kippaði mér höndum leið og menn fara að þvaðra of mikið. Er það ekki, Andrés? Algjörlega. Hverjir vilja leggja orð í belg? Við erum með 2 konur hér, við byrjum hér á miðjusvæðinu, svo komum við hér út að enda. Rís á fætur og segja til nafns. Já, ég heiti Ragnheiður Hákonar. Mér langar til að spyrja þá sem sitja enn í bæjarstjórn hvernig stendur á því að þið látið þennan samning vegagerðarinnar varðandi flugið standa. Þetta er slík, hvað við segja, afturför fyrir þetta svæði og þetta mun koma í veg fyrir vöxt bæði í atvinnulífi og íbúðaruppbyggingu. Já, ég held að ég hef verið nokkuð augljós á þann, ég er nákvæmlega algjörlega sammálaður. Vandamál er kannski að samningurinn kemur ekkit að okkur og við höfum ekkit undirskrift með hann. Bæjarstjórnin hefur ekki fundað síðan samningurinn var, en mér finnst mjög líklegt að bæjarstjórnin muni allavega við í Framsókn leggja fram einhvers konar bókun þar sem við lýsum yfir óánægju okkar með þennan samning. Formaður bæjarráðs hlýtur að hafa sterkar skoðanir á þessu. Já, og við tókum marga fundi til þess að ítreka kröfur okkar að við vildum mikla tíðni og alvöru vélar og að þetta yrði gert með sómasamlegum hætti. Fyrsta tilboði og við boðum til funda, við gerðum boðum til fundaherferðar með bæjarfulltrúum frá Húsavík og Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjum og Bíldudal til þess að ræða hvort að við gætum ekki steypt saman í eitt stórt útboð vegna þess að þetta eru flókin mál, þessar flugvélar eru fokdýrar, það þarf að kaupa þær með 10, 20, 30 ára afskriftatíma, lögum og opinber fjármál gera bara ráð fyrir 5 ára samningstímum. Þannig að það þarf einhvern veginn að brúa þetta. Við áttum mikil samtölum þetta. Það var okkur mikil vonbrigði þegar að vegagerðin fór í útboðið af fluginu til Hafnar í Hornafirði vegna þess að það kom þá aðeins á undan og þetta var ekki boðið út samhliða. Við þekkjum það náttúrulega héðan á Vestfjörðum að þegar að samgöngubætur verða, þegar að fjárfestir í þeim, að þá minnkar notkun á fluginu og það hefur sést. Það sást líka þegar Vestfjarðagöngin opnuðu undir lok síðustu aldar að þá hættum við að vera með flugfélag hér fyrir vestan og þetta er að einhverju leyti fórnarkostnaðurinn af því að vera með betri vegi, að fólk notar flugi minna og þá kemur þessi staða upp. Ég held að það hefði ekki verið sérstaklega. Við áttum dálítið erfitt með að réttlæta þessar 4 milljarða verðmiða sem að Icelandair setti á þetta, en úr því að svona varð að þá er þetta er ekki góða fréttir, en þetta er allavega flugið næstu 4 ár. Næsta spurning hér. Góða kvöldi, Anna Ragnar heiti ég. Ég bý í Tunguhverfi og mín spurning er þegar þið allir í uppbyggingu og deiliskipulag ætlið að klára allt sem að fyrir liggur í sambandi við hverfin. Það vantar gangstéttir, ljósastaura og að klára hverfin. Þetta er allt í drasli út af því að það er búið að deiliskipulega hluta en það er ekkert klárað. Ætlið að fara að búa til önnur hverfi og fyrir aftan okkur sem er innar í fjörðin á þess að klára það sem er verið að gera.
það vantar að klára, þetta allt svo hálfklárað. Við skulum vona að þau hafi skilið þetta. Já, ég skildi, ég tók það alltaf fram í upphagsmáli mínu að þar lagði ég til að við myndum klára tungukverfi og fara svo í uppbyggingu og stærri fasa á hverfinu innar. Já, við erum að vinna, það óklárað gangstéttir í bænum, ekki bara í Tungukverfi, heldur á Flateyri, Suðureyri, Þingeyri, á Ísafirði eru mjög margir metrar og þessu hefur verið forgangsraðað, þar sem hafa verið teknar bútar á hverju ári og það hefur ekki verið hægt að gera þetta með öðrum hætti vegna þess að peningurinn af skornum skammti og þannig að þetta bara góð ábending. Það náttúrulega á sama tíma og þú kemur með þetta, verið að kvarta yfir því að það þurfa að opna fleiri lóðir svo að sé hægt að byggja. Þannig að þetta jafnvægislist sem verður að eiga sér stað. Að klára fullbyggja, já, akkurat, nei, og það það sem er verið að gera, akkurat. Viðfangsefni út af því að vera að gera deiliskipulagið þarna fyrir innra Tungukverfið. Þetta tekur allt bara svo langan tíma að við gerum ráð fyrir að það verið búið að úthluta öllum hinum áður en að hægt verður að brjóta land og byrja að byggja þar. Þannig að það já, fyrirgefðu, ég misskildi örugglega spurninguna þína. Þá spurning hér á hinn endan. Jón Auðunarsson, framkvæmdastjóri Vesturferða og í öðru sæti fyrir Miðflokkinn. Mig langar að spyrja þá sem að sitja í bæjarstjórn núna. Hvað voru rökin ykkar til að selja Eyri og voruð þið ekki bara að gefa eignir bæjarins? Hvernig, já. Getum við fengið útskýringu fyrir það? Á ég að taka þetta? Ég get ekki þetta. Gylfi, getum við fengið smá útskýringu hver Eyri er? Já, hvað Eyri er? Já, Eyri er hjúkrunarheimili sem var byggt á eftirhrunsárunum þegar ríkið átti ekki pening og mátti ekki taka meiri lán og fekk sveitarfélögin til þess að taka lán fyrir sína hönd og byggja húsin. Ísafjarðarbær var eitt af 7 sveitarfélögum sem gerði þetta hringinn í kringum landið. Það sem að Ísafjarðarbær átti að borga 15% eins og svo sem sveitarfélög annars staðar á landinu átti að gera. Það var kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga í þessum hjúkrunarheimilum. En Ísafjarðarbær átti þá að eiga húsið og leigja áfram til ríkisins. Á þessum tíma, Jón Auðun, var það líka þannig að ríkið gerði ráð fyrir að flytja málefni hjúkrunarheimila yfir til sveitarfélaga. Þannig að þetta átti að vera fyrsta skrefið í því að flytja hjúkrunarheimilin til sveitarfélaga almennt og yfir höfuð. Frá þessari stefnu var svo horfið. Ríkið hætti við eða sveitarfélagin hættu við, vildi ekki taka við þessu. Það sem að sveitarfélagi gerði líka þarna var að það var ákveðin kröfulýsing það hvernig hjúkrunarheimili er byggt. Ísafjarðarbær á þeim tíma sagði þetta er ekki nógu gott fyrir gamla fólkið okkar og byggði fjölda fermetra til viðbótar, þannig að rýmið í miðjunni þegar maður kemur inn andirið, það var keypt á kostnað Ísafjarðarbær. Ríkið sagði þetta er ekki okkar. Þetta hjúkrunarheimili sem við byggjum þurfa ekki að vera með þetta, þið megi gera þetta en þá gera það á eitthvað kostnað. Svo hefur þessu húsnæði verið illa sinnt og í millitíðinni hefur þá líka ríkið ákveðið að hætta að flytja þetta yfir til sveitarfélagina. Sveitarfélagið hefur þurft að borga 20 milljóna með þessu á hverju einasta ári, hefði þurft að setja 100, 200, 300 milljónir í viðhald á næstu árum og halda áfram að borga með þessu hjúkrunarheimili. Þetta hefur ekkert með rekstur sveitarfélagsins að gera og það var þess vegna sem að það var að byrja að undirbúa það á fyrra kjörtímabili að byrja að losa þetta úr bókum sveitarfélagsins og það var farið í mjög flókið ferli þar sem að þurfti að hreinsa upp ákveðnar talsvert þykkan stafla af flóknum lögfræðilegum pappírum, koma þessu í útboð. Það voru nokkrir aðilar sem að buðu í þetta og við seldum hæstbjóðanda eftir að hafa þrýstónum enn ofar nokkur 100 milljónir. Þannig að við erum núna laus við hjúkrunarheimili Eyri og allar greiningar sem á þessu eru gerðar hafa verið að þetta hafi verið mjög dýrt að hafa átt þetta hjúkrunarheimili en það að við skildum núna hafa selta, það býr til tap í bókum sveitarfélagsins. En það tap sem við erum í raun að taka fram fyrir okkur, það að segja tap sem við áttum eftir að borga
10 miljóna ári til eilíðanóns eða allavega nokkra 10 ára í viðbútt, tapið sem að við vorum búin að vera að safna upp á bókunum og ekki endilega gert upp og þarna vorum við að losa þetta út á einu bretti. Og þetta eru rökin, við erum að bæta reksturinn verulega, við erum að lækka skuldir sveitarfélagsins 2 milljarða á síðasta ári og losa okkur undan þessum samningi sem var gerður fyrir löngu síðan. Já, við höfum verið að lækka skatta á kjörtímabilinu og við höfum líka verið að lækka skuldir, skuldahlutfallið hefur lækkað og við í upphafi kjörtímabilsins vorum að setja svona 250 milljónir í fjármagnsgjöld og erum að spara núna 100 milljónir af því á ári. Það eru 100 milljónir sem við getum sett í grunnþjónustuna, í skólana, í að lækka skattana og gera bæinn okkar betri, en það gerum við með því að taka stundum erfiðar ákvarðanir sem eru gagnrýndar út í bæ eða út í sal, en það með hagsmuni sveitarfélagsins og íbúa þess í forgrunni. Við verðum að forðast orðaskipti sem ekki eiga sér staði gegnum mikrofón því að þetta líka upptaka. Við erum líka að sýna þetta 100.000 manna landið þvert og endilangt. En Stefán, er ekki rétt að fá það fram hjá fleirum hvort að þeir hyggist lækka skatta? Jú, við skulum gera það eftir. Við ætlum að taka hérna 2 spurningar og þú gerir það þá að loka hnignum. 3. Ég ætla fyrst að fá að heyra þá fyrstu og svo þá númer 2. Steinþór heiti ég Bragason. Ég með 3 spurningar sem myndi helst vilja spyrja. Fyrsta spurningin svo, varðandi Airbnb, löggjöf ríkisstjórnarinnar. Nú eru fullt af Ísfirðingum sem eiga íbúðir í Reykjavík. Og ef þið megi ekki lögheimili í Reykjavík, ef þið flytja þið suður, hvað ætlið að gera ef þessi minnkar 20-25% útsvar til bæjarins? Spurning 2, þið voru að tala útsvar. Ég með fyrirtækinu í bænum og ég að borga að tafa 200 krónur í útsvar í fasteignagjöld á mánuði. Þið móki ekki fyrir mig, þið taki ekki ruslið og ræsismálun ekki í lagi þar að loka ræsunum. Er eðlilegt að borga 2,4 milljónir ári fyrir bara vatn. Ef við reiknum þetta á 100 ára tímabil, þá er þetta 600 milljónir á 100 árum. Þriðja spurningin í dag, ég fór í dag ætla að fara í Ísafjarðarbæ, tala við velferðarsviðið, það var lokað. Það var bara stytting vinnuvikunar. Ef stytting vinnuvikunar bæði á miðvikudögum og föstudögum, hvað þarf fólk að skila mörgum tímum? Takk fyrir mig, Billy. Andrés, þú stýrið þessu að ofan en ég býð upp á eina spurningu viðbót, svo fyrsti sem að gefa sig fram. Ég held ég gangi bara á röðuna. Þú síðastur, þú ert nú að tala svo mikið, Gylfi. Fyrsta spurningi var varðandi skatta á atvinnuhúsnæði. Var ekki rétt með Steinþór? Já, þetta er náttúrulega galin hugmynd hjá flokksbróður Gylfa, vina míns. Og kemur náttúrulega mjög illa við fólk sem býr sem á húsnæði höfuðborgarsvæðinu. Mjög slæm hugmynd. Og ég sé fram á það að kona mín séu að þurfa að flytja í Garðabæinn. Það sem við eigum íbúðum börnunum okkar. Það verður að hafa sér bara svo það sem ekki gott fyrir mig, ég verð bæjarfulltrúi, þannig ég lítur illa út. En kannski ná að sjalla þetta. En þannig að hugmyndin er mjög slæm, þetta er mjög slæmt fyrirbæri, mjög slæm hugmynd. En hvað varðar skatta á atvinnuhúsnæði, þá er það alveg eins og með á fasteignagjöld eða skatta á húsnæði sem einstaklingar eiga, að of hátt hjá okkur, við þurfum að leita leiða til þess að lækka þetta, klárlega, ekki nokkuð spurning. Þriðja spurningi var áttur... Því stóluðum mér. Já. Loka á bæjarskap. Já, það ég starfa náttúrulega í reynda bæði opinberageiranum og almennageiranum og ég held að þeir styttingu vinnuvíkunar hafi lent alveg út í skurði. Upphaflega hugmyndi var náttúrulega að stytta og gera þetta í einhverjum bútum og taka yfir langa tíma og svo var það bara tekið einu lagi. Og þetta er svona dæmi eitthvað það sem einhverjir gerðu eitthvað sem þið held að vera voða sniðugt vegna það snerti þá ekki neitt sjálfa. Og bara eitthvað sem var ekki góð niðurstaða, alls ekki. Ég vil byrja að hrósa þig fyrir svona stuttaspurningar. Ég hef nú setið marga fundið sem við verið og aldrei fengið svona stuttaspurningar frá þér. Airbnb, það er margt. Það hefur líka verið að reyna að leysa ákveðna hluti með Airbnb sem er til dæmis vandamál hér í bæ. Hér eru rosalega margar leiguíbúðir þessum leigir september og þarf að henda fólki út í maí. Það er heldur ekkert endilega gott, þannig að ég er að finna svona jafnvægi þarna á milli. Það er líka fullt af fólki sem á íbúðir hér í sveitafélaginu sem býr í Reykjavík og er með lögheimili hér
og við fáum útsvar af því. Þannig að þetta svona jafnvægislið sem við þurfum að reyna að finna þarna. Varandi fasteignagjöld og skatta yfir höfuð, ertu að fara að spyrja eitthvað meira af því eða með skatta eða? Og kemur að því á eftir. Nú tók Jónas minn, þannig að já, sko varandi skatta, þá það líka jafnvægislið hvort sem það á íbúða eða á fyrirtæki. Og þegar við erum að tala skatta og hvernig við ætlum að lækka skatta eða hækka skatta, þá verðum við að reyna bara að finna það út og við höfum allavega í Framsókn verið að reyna að finna það út að við viljum sjá bara hvernig tölurnar liggja áður við tökum ákvörðun hækkun skatta eða lækkun skatta. Við höfum samþykkt alla þær lækkun skatta sem hafa verið lagðar fram í bæjarstjórn þegar við höfum séð að við getum borgað og rekið grunnþjónustuna. Og líka eru ákveðnir skattar sem við bara þurfum hreinlega að taka frá öðrum og láta aðra hafa. Frístundastyrkin ekkert annað að við erum að láta fólk fá það sem við tökum frá þér af því að þú átt ekki lengur, eða þú ert nú með börnin frístundana, þú ert ekki að vera kvart yfir því. Þannig að þetta bara jafnvægist, við þurfum skatta til þess að reka grunnþjónustu, velferðin og allt það. Svo getum við tekið ákvörðun það, hvernig við stöndum, hvort við lækkum skatta eða hækkum skatta og síðustu 3 ár höfum við farið með prósentinu úr 0,56 í 0,48 og við munum stiga skattalækkanir á meðan við erum ennþá að reka sveitarfélagi vel og við getum staðið í skýlum og haldið áfram að byggja upp innviði. Var ég búinn að svara öllu það? Nei, vinnustytting. Vinnustytting ágætis hugmynd í, vildur þú segja eitthvað meira þetta minn? Við skulum ekki vera með samtöl úr Já, sko vinnustytting kjarasamningar gert, þannig að ég trúi því að yfirmenn sveitarfélagsins og sviðsstjórar og forstöðumenn sé að reyna að gera sitt besta með þeim sem þau fá í hendurnar. Það er líka okkur pólitíkur svona að kenna að við segjum þeim að við þorum ekki að ráða fleiri því að við þurfum að sækja grunnþjónustu og innvið annað slíkt. Ég treysti því og það er náttúrulega best að gera þetta án lokana en þetta pínu baggi stytting vinnuveikunar og ég held að þjóðfélagi heild þurfa að reyna að ræða þetta áfram og frekar nótu hvernig við getum komist með þetta að þannig að 100% þjónusta þurfi ekki að kosta okkur svona rosalega mikið vegna styttingu vinnuveikunar. Ég minna á það að stytting vinnuveikunar var tekin upp sem tilraun og hún átti ekki að kosta neitt. Já, það vissu það allir að það vissu það allir held ég sko. Var þá verið að ljúga kjósendum? Eða pólitíkinni sko. Þegar okkur var sagt að þetta myndi ekki kosta neitt sko. Já, fyrsta spurningin var Airbnb. Ég náttúrulega bara hlynnti í að fólk eigi hús til að búa í þeim. Þannig en það verður náttúrulega bara að gæta eitthvað hófs í þessu og bara eiga samtal þetta. Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki skoðað þessa hlið neitt sérstaklega. Næst voru fasteignagjöld fyrirtæki var það ekki? Þjónusta? Já, þetta bara, ég meina gjald fyrir þjónustuna verður náttúrulega miðast við þá þjónustu sem er veitt og ég skal bara viðurkenna að þetta er bara mál sem ég er ekki komið nógu vel inn í en það er bara mjög gott að hafa þetta bak við eyrað. Þriðja máli er stytting vinnuveikunar. Ég kem náttúrulega úr verkalýðshreyfingunni og er mjög hlynnt styttingu vinnuveikunar en það verður bara viðurkennast að innleiðingin á þessu var ekki nógu góð og það hefði hver maður geta sagt sér það að þyrfti fjármagn að fylgja þarna með. Þú tapar ekki út starfsmanni án þess að setja starfsmann í hans stað. En mér, ég er bara þeirra skoðunar að það þarf að innleiða styttinguna á fleiri stöðum. Þannig að við séum bara öll í fríi. En já, takk. Ok. Athyglisvert innlegg í atvinnumálin. Sævar? Já, hvað var það fyrst? Já, Airbnb. Airbnb. Þetta er komið út í öfgar og Airbnb og mér finnst að ég að laga þetta til og minnka þetta og setja strángari reglur. Það er alveg sagt, hvernig reglur það eru, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig en það þarf að hafa einhvern heimil á þessu. Fólk verður að fá að búa hérna líka, sko. Það er bara svoleiðis. Skattarnir, og lækkar ekki skatta nema sem bara mikill afgangur á búskapnum. Er ekki bæjarsjóður í ljómandi standi? Já, það vantar viðhald og göngustíga og sundlaug og boltahús og allan anskotan, sko. Þannig að þú veist, það er nóg að gera ef við erum að loka öllu og lækka skatta og grotna þetta niður, já, þá er það óalega gott, sko.
En skattarnir þurfa að vera á okkur til þess að við getum gert eitthvað. Við þurfum bara að fá meira af þeim úr Reykjavík eða úr ríkinu, sko. Svona skipunum og svona, að fá eitthvað af þessu, meira. Það er svoleiðis. Yes. Svo það stytting vinnuvikunnar. Já. Þetta er algjört kjafta og bara hætta þessu strax. Þetta er bara rugl. Þetta er allstað lokað og þetta er ekkert hægt. Þetta er bara mistök og bara hætt þessu. Nefnir geti látið sjúkrað sig og fara á föstudag, þá bara liggur við lokað. Enginn að taka peningunum með neitt. Það er allir verið heim. Læknarnir inn á stofum að reyna að taka mótið þér. Þetta er ekkert vit í þessu, sko. Og eins og ég segja, bæjarskrifstofan bara lokuð. Ég skilst það. Þetta er ekki sniðugt, sko. Ef þetta var bara einhver tilraun og bara hætta tilraun, það er ekki flókið. Já, mér finnst það, sko. Bara mín skoðun. Já, við vorum einmitt að biðja hana. Já, ég ætla ekki að bæta miklu við. Það er, sko, þetta er alveg rétt, sko, innleggin á þessum Airbnb-regluverki var svona frekar klunnaleg og gekk ekki alveg upp, en ég held að það séu ákveðin, við sjáum ákveðin hættumerki þegar að til dæmis helmingurinn af húsónum á Flatir eru ekki íbúðarhús almennt, þannig að ég held að það þurfi með einhverjum hófstiltum almennum hætti að einhvern veginn að passa að þetta það verði eftir íbúðarhúsnaði fyrir íbúa. Ég ætla ekki að hafa mikil orð þetta sem hefur svo annars verið rætt en þetta með að koma á bæjarskrifstofuna held ég að þurfi að veki mig aðeins svona til þess að hugsa það að hversu leyti maður þarf yfir höfuð að koma á bæjarskrifstofuna. Og ég held að svona stóra markmiði hljóta að vera að fyrsta snertingi fyrir nær allt sem maður þarf að gera á bæjarskrifstofunni eigi að vera rafrænt fyrst. Það er miklu einfaldara, það lokar aldrei þó þessi stytting vinnuvikunnar og svo framvegis. Þannig að ég held að við ættum að kannski einbytta okkur að því, og það var líka í raun hugmyndin með styttingu vinnuvikunnar á sínum tíma, að það var að fara í það sem heitir á fínu máli ferlagreining og að gera stafræna ferla úr því sem áður hafði verið gert á pappír. Þetta var röksemdin og ég held hún haldi áfram. Við verðum að halda áfram að gera ferlan okkar rafræna og þá þarf ekki að mæta upp á skrifstofu og getur drukkið meira kaffi á vinnustafnum þínum. Þar hafið það, góður Ísfirðingar, ferlagreiningu svarið, en við erum komin bara talsvert fram á tíma. Það er svona sló ég síðustu spurninguna og sal út af borðinu. Því miður. En ég ætla að þakka þessum frambjóðendum hér öllum kærlega fyrir komuna. Þeir hafa svara bara furðu greiðlega, finnst mér. Og ég óska ykkur öllum gæfu gengis í komandi kosningum. Ykkur þakka ég sérstaklega fyrir komuna, en ég ætla að biðja Stefán að herja aðeins á okkur með það hvar þið geti fylgst með afgang. Já. Við auðvitað hvetjum ykkur til að fylgjast með umfjöllun okkar kosningarnar hér eins og annar staðar á landinu, bæði á mbl.is og í Morgunblaðinu. Og þið ykkar sem mættu hér í kvöld og heiðruðuð okkur og frambjóðendurna með nærveru ykkar. Þið getið farið hér fyrir aftan þetta rými hér og eftir og skanna þar einn kóða og þar fáið þið frían viku passa að rafrænni útgáfu Morgunblaðsins frá okkur. Ég þakka skinni fyrir það. Það er að segja þau ykkar sem ekki eru áskrifendur. Við þurfum að efla frjálsa fjölmiðlun í landinu og Morgunblaðið hefur staðið þá vakt sleitulaust frá því í nóvember 1913 og þar með Andrés líka. Og hann reynir ekki einu svona að þræta fyrir það. Við þökkum ykkur hins vegar kærlega fyrir komuna og vonum að við eigum jafnvel ágætt samtal hér áfram öll nema Andrés. Ég sé að það eru komni hér einkennisklæddir lögregluþjónar aftast í salinn og ég veit nákvæmlega af hverju það er. Þannig að ég þakka þér fyrir samstarfið, Andrés. Verið sæl.